Já, komið sæl og velkomin til leiks í aðra umferð á Íslandsmótinu í skák. Við erum hérna í Mosfellsbænum. Ég er hérna á skrifstofu framkvæmdastjóra. Við hérna komum okkur fyrir það sem hægt er. Og já, við skulum bara hefja leik á borð nr. 1. Það eigast við Olga Prudnikova og Héðinn Steingrímsson. Og Olga kom sannarlega óvart í fyrstu ferð og lagði Hjörvar Stein að velli. Hún fær sannarlega erfitt prógram í fyrstu tveimur. Hún fær svart á Hjörvar og Héðinn. Ekki, já, alveg eldskýrn, en já, eins og við vitum að þá gekk þetta náttúrulega vel í gær, þannig að hún fær allavega einn af tveimur sem er bara, já, væntanlega framar vonum og meira en Arpad Elo hefði spáð fyrir þessar viðraunir. Hálfvinningur hefði verið fínt að mínum mati. En hvað er það? Héðinn hóf leik hérna með Riddarafönu 3, tók hann 5 mínútur. Hann tekur sér yfirleitt tíma svona í byrjun. Já, er svona undirbúið sér svona alveg fram á síðustu stundu og mætir yfirleitt nokkrum myndum á seint, þannig að hann tekur hérna 5 mínútur í fyrsta leik. Riddarafönu 6 og Héðinn hefur vantanlega búist við einhvers konar grunnfeld og teflir hérna C4 sem er eiginlega svona anti-grunnfeld, leikur ekki D4 strax og það vantar með eitthvað afbreyði ef Olga teflir G6 sem hún gerir yfirleitt. Það var með eitthvað tilbúið, en grunnfeldskápin leggur oft hérna C5 í þessu stöðum og D5 hér. Einhverju hlutu vegna, ég veit að Maxim Vasilja Graf til dæmis teflir þetta og hérna lítið þess að fæ í gagningurinn og það er einu af eftir skákunum er einmitt Magnús Carlsen gegn Maxim Vasilja Graf. Riddarafönu G5, Gunnar 3 og hérna velur Olga að leika riddari C7. Riddari C6 algengast og jafnvel líka G6. Var ekki gaman að sjá til dæmis hvað Vasilja Graf gerir. Ég hendi hérna til dæmis í insert hérna. Já, hann leik hérna. Nei, fyrir ekki, það kom náttúrulega riddari C6 fyrst og svo biskup G2, já. Og Maxim Vasilja Graf, hann leikur G6 hérna. Þetta er það sem að grunnfeldskápmenn gera, það er svona að fá nokkur svona grunnfeldsstöðu eins og hægt er. Svona mjög solid. Þessi skápin enda á jafntefli, en Olga hún leikur ekki G6 hérna, hún leikur riddari C7. Ég var að leika undan þetta, hún leikur riddari C7, A3 hjá Héðinni, 1-5 og hún var B4. Þetta er svona svolítið ákveðin leikur, þetta er allt þekkt. Algengast að leika, taka smá soundcheck hérna kannski. Smá soundcheck. Það var allt í góðu hérna. Já, B4, sjáum að, já, hann hefur telt þetta tiltölulega hratt, 10 mínútur, Olga aðeins hraðar. Þetta er, já, eins og þessi algengast að leika hérna F6 fyrir svartan. Olga drepur á B4, sem er líka til. Drepur tilbaka og drepur biskup. Og hér eru 8 skákir þar sem að, já, hvítur leikur riddari E5 og skorar alveg þokkalega hvítan. Það er svart það núna eiginlega að fórna sem Olga gerir, hún rókar hérna og Héðinn tekur á C6. Pétur B6 og biskup B6. Sem reyndar hefur ekki telst, það eru 5 skákir hérna og í 4 hefur hvítur stuttrókað og einnig leikir biskup A3. En Héðinn, það er svolítið hans stíl, ef hann sér peð sem hann getur tekið og sér kannski ekki alveg í fljótu af hverju það mætti ekki að ganga, ef það er engin beinn ávinningur þá yfirleitt tekur hann þessi peð. Það er svona eins og vítitt, ég kalla vítitt greedy vítitt. Það á svolítið við stílinn að skynast líka. Hann er góður í svona, já, éta liðið og hanga á því. Kostnóð þetta fyrir þetta líka. Olga hérna, já, ég held að tölva mæli með hérna frá B8, en ég skoða þetta aðeins áðan frammi með Byrn Ívari og sammála með þetta að vera svolítið stílinn Olga. Hún er með svolítið svona aggressívan stíl og leikur hérna biskup H3, alveg tilbúin að forna þessi skiptamenn gegn því að hvítur ná ekki að róka. Þessi kongur er svona aðeins fastur eins og þér og Héðinn tekur skiptamennin og leikur hérna sjálfsög F3. Olga leikur hrókur E8. Jújú, hrókurinn fyrir ákveðna línu og hóttum að drepa hér, en kongur F2 er leikur voru með þetta
og já, þetta er alveg í lagi að hvítan. Svartur með eitthvað spil en hvítur að hafa kontról. Hann er mér líst svona fyrir hönd Héðins held ég að mér lítið sákvæmt á þetta. Hann er góður í svona stöðum þar sem hann bara reiknar svolítið og valda mennina og passa hótanir. Þetta snýst svolítið það núna hvort að Héðin komist út úr pressunni sem Olga mun vantarlega fá hérna. Drottning sé sem spurning við þann leik, þetta er drottning A4. Jú, við getum reynda að skáka hérna. Þannig að, já, kannski skák og A5, skák hérna, E3, A5, bara valda þetta unit hérna. Svartar hefur bætur en hvítur er peðir. Þannig að þessi skák, já, athyglisverð. Olga er með skemmtilega stíl eins og segja og hérna, hún ætti að tefla margar skemmtilega skákir á þessu móti. Svona tvísinnar og þegar búin að því í fyrstu umferð. Færum okkur hérna yfir á næsta ból, þar er Hjörvar gegn Hilmi. Og þar kom Nætdorf, Hjörvar með svart heldur hérna Nætdorf og Hróku G. Og þetta er náttúrulega athyglisvert því að þetta eru liðsfélagar í landsliðinu og þeir hafa telt saman, stúdera saman á síðasta móti og einmitt á síðasta móti þá lék Hilmi Freyr Hróku G í frægum sigur okkar á Norðmönnum, vann þar Fredrik Thor Kassen með hvítuðu mitt í þessu afbrigði. Þetta var telt núna á dögunum á Áskarandamótinu þar sem að Caruana náði sigur gegn Firouzja í nákvæmlega sama afbrigði. En biskup E3 er ekki algengur hérna, leikurinn sem að Hilmir velur biskup G5 langalgengast. H3, H4 hérna. Aðeins þrjár skákir sem að testa hérna, allar með drottning D2. 2 af 3 þar sem að svartur leikir til að byrja D7. Einn skák hérna sem við fylgjum ennþá þar sem að hvítur langkrókar. Og í einni skák kom hérna B5, þannig að biskup E7 ætti að vera nýjung en skipti núna aftur yfir í skákina Húsinbeth Kölle. En nú loksins breytti út af Húsinbeth leik kongur B, Hilmi leikur finnir 4, þannig að nú erum við nýja skák, ef svo má segja. Svartur er búin að leika hérna H5, H4, svolítið búin að draga svona brottin úr þessum Hróku G framrás. Það er ekkert að gerast á G-línunni, hvítur er ekki að þá fara að leika G4. Það er spurning kostur og gallar við bæði, en F4 þetta er yfirleitt teki í svona stöðum og Hjörvar tekur, biskup finnir 4, riddari H5. Saman hvítur er allt svo svartur er alveg sáttur við að hvítur taki hér, þar sem að það er sýnir sem er bara hreinn og klár afleikur út af biskup G5 og lendir hérna með drottning og kóng á sömu skálinu. En riddari H5 er mjög eðlilegur leikur, biskupinn þarf að hörfa. Hvítur má alls ekki missa þennan svartenda biskup fyrir riddara. Það verður þessi biskupinn algjört stórveldi. Annarkvæmt á skálinu eða E5 eða sjáum maður svo mikið hólum og veiklingum á svörturreitum, þannig að hvítur má alls ekki gefa hennar biskup, hörfa þess vegna með hann, biskup E3, riddari G3, riddari D4, hvítur, samanskapið hvítur nokkuð saman þennan biskup, þar sem hann mörg peð hérna á hvíturreitum fyrir honum, þannig að hann myndi bara hjálpa hvítum ef svartur tæki á F1, riddari E5, núna tekur svartur á altså hvítur Hilmir tekur á E6, eftir að byrja E6, kongur B1. Benjamin Feingold, stórmeistari bandarískur, hann segir oft í djókinu always play king B1 og það ánægilegt við hérna vel við í síkilega verðin að leika kongur B1. Það er svona fyrir undan ára sem hérna og við sáum einmitt áðan taktík hérna á þessari skálinu, þannig að kemur sér yfirleitt vel að setja konguna B1. Nú Hjörvar bara hrókar hérna óhrættur. Við sáum að það svolítið búið loft út hérna í kringum kongin, en hvítur er ekkert með mikið af mönnum sem geta sótt að þessum veikleikum. Samast í riddari, hann stoppar mikið upp í og það er engin hrókar, engin riddari, þannig að kongurinn er líklegast bara allavega í bili, örugurinn er kongsvögnum. Biskup D3, hrókur C8, riddari 1 og 2, biskup finnur 6 hjá Hjörvari, fer hérna á skálínuna, hann tekið hérna G3 og drottning B4 sem Hjörvar svaraði með B5 og hefur aðeins betri tíma. Það er jafnt á liði hérna.
Svartur kannski farin að undirbúa einhvern leika bara við riddari C4. Svona fljóta lítið finnst mér svarta staðan svona lítið út fyrir að skemmtilegra tefla. Samanskapi hún kannski brótættari. Í einhverjum tilvíkum getur þetta peðin orðið leðilegt. Sjáum hérna. Kíkjum á salin, þannig hér var bara nokkuð spakur að fá þessu göngutúr. Þannig að Hilmir á leikinn eftir hrókur 1-8. Það er að hugsa sinn gang. Við höldum áfram þessari yfirferð. Þetta ætlar að vera, já, örugglega skemmtilega spennandi skák. Hér erum við með Hannes hvítt á dag. Hannes vann í fyrstu ferð, jafntefli á degi. Hannes byrjar með riddari finnur 3 og við fáum hérna drottningabrað, hefðbundið drottningabrað, H6, við sem er á 4, stuttrókun og hérna svona skilgreining svartur afbrigði. Eftir B6 þá var þetta svo kallega tartakófur afbrigði sem til dæmis á telt í skák Fischer og Spassky fyrir skák. Hrókur C nýju Hannesi, biskop B7, biskop F6, þetta er bara D5 og B4. Nú er hérna að meina hvað er skipti móta, það skipti kannski allir máli. B4 allavega, kemur F fyrir C5, myndum við halda. Þannig að dagleikinn er C6. Þetta er alltaf mjög þekkt staða, allt sé staður. Hrókur 1-8, stuttrókun. Hér erum við AB eftir skákina Viktor Kostó með hvítt og Boris Spassky með svart. Þetta var svona eitt af uppáhaldsafbrigðum Spassky, allavega fram að 1:72. Spassky vann þessa skák hérna 77. Stuttrókun. Hérna kemur þetta D7 hjá degi. Sama á Spassky valdi. B3 hjá Hannesi. Riddari finnur 8. Hann fylgir ennþá Spassky, hann dagur. Hrókur D1, algengisleikurinn. Ennþá slattaskákum hérna. Riddari E6. Og enn eru það. Nei, Spassky líka ekki riddari E6. En það gerir hins vegar Beljasík hérna Kasimdzhanov. Sjá hérna ganni hvað Spassky gerði. Insertum hérna. Hann leik hrókur C8. Riddari E6 kemur svona yfirleitt hvort það er. Svona rétt að sjá hvað gerist inn í þessu skák. Ekkert ósvipað og var að koma upp hérna hjá. Þetta er skákin Kostó Spassky. Ég er svona aðeins bara að snúa út úr. Það sem að Spassky virðist vera að taka yfir hérna á drottningavægnum. Við erum að skipta mun og svo skákina. En hvað er það? Dagur leikina riddari E6, biskop B1 og drottning D6, A4 og A5, ekki ósvipað og það sem að Spassky gerði. B3 A5 og B3 A5. Sjáum að þessi biskop hérna er onni. Hins vegar má antar ekki taka hann út að hrókur eftir B8. Ég sé nú ekki hvert þessi drottning á að fara. Hvítið þar samt ekki endilega að tapa þessari drottningu, það geti leikið einhverju leika bara við riddari B5, komast drottningur undan, en svartur lítur að mega vel við unna þar, getur bara ég að tekið hérna A4, samt veitt að D5, þetta er kannski ekki endilega alveg ljóst, en hann er svona ekki alveg að nefna í einhverja flækjur og skautir inn í riddari D5. Já, það er spurning hvort að það sé eitthvað vesen fyrir dag. Þegar C3 D5 drottning drepur og svo drottning C6 og þá eru ekki lengur, hinu aðbrennu voru með peðina sem drepa A4, en ef að dagur drepar hérna núna með peði, þá kemur drottning B7 til dæmis. Og hvar eru bætana fyrir peði? Því að við fyrir bara hér. Og ég held að við fáum alltaf, ok,
Árás hér, getum varist hérna. Við getum líka farið í mótspil og reyndan á þessum. Þessi er svolítið svona slakkur. Já, er þetta ekki svona... Hvað smá vesen hjá honum hérna, Degi. Myndi ég halda. Svona fástöðun eins og hann er. Það er þetta D5, skynst mér. Og það er staðan, já. Ok, og dagar komin í 3545 hjá Hannesi. Það er ykkur sjáðu hérna hægra megin mynd í svona yfirlitsmyndu sannum. En höldum áfram, við erum búin að skoða að svona, já, fara í gang, mála í öllum skákunum. Svo er það skákin Helgi Ásgeir Lenku. Það virðist nú vera svona nokkuð róleg. Það fara hratt yfir hana, það er riddari sem C4. G3 ekki ósvipað við sáum í. Héðinn gegn Olgu, Olga leikir D5. G6. Nei, hérna ekki með D5 hjá hérna Lenku. Þannig B3. Já, ekki algengur leikur, en skemmtilegt. Leita henni í smiðju Friðriks Ólafssonar sem leik drottning B3 hérna gegn Levente Lengiel, Ungverja, árið 1971. Tíkar Petrusson hefur leikið þessu leik líka. Bæði skákmenn sem ég held að Helgi hérna hafa gaman af. Og hérna var þetta B4 fyrir Lengu. Af 3 ykkur rittarinn tilbaka. Þetta er eins og skákinn Friðrik Lengiel. Það er ekki biskup E6. Lengiel leik riddari 4 til C6. Sjáum skákinni hjá Friðrik hérna kanni. 4. Fyrst sjá C6 skák. Verði ykkur hérna sjáum hann tekur C-línuna. Það þarf átt ekki meira. Betri hróka. Uppi á D4, uppi á B6. Principle of 2 weaknesses. Þannig að það er D4 beðinu sínist mér. Svartur ekki líka í E5. E5. Gengur ekki á D4. Þetta er eitthvað svíðingur hjá Friðrik. Alltaf með svona aðeins þægilega taflina við hann peði. Svo GP aðeins að mikið. Skorða og vinnur. Já. Þetta er svona að byrja til að júðast aðeins í. Biskup E6 og Lengu. Við komum aftur í rauntíma hérna. Smá ódútur. Biskup D7. Óttur hann aftur tilbaka á D1. Kemur smá dansana með drottninguna. Byrja til að höra C6. D3. Við sjáum þessi dansleið til þess að þessi menn eru svolítið svona, hvað var að segja, blokka hvern annan svolítið. Þannig að þessi riddari fer hérna á A6, ná enga sérstaklega reyti. Spurning hvort að, já, það var reyðilega að gera, að þegar leikur riddari D4 þá var hún á B7 í hverju stöðum. Biskup 1-3, nú kemur riddarinn á D4. Riddari til D2, og hérna á B7, svo B8, riddari til D4. Stuttarokinu báðum, svo B1 og C8. B4 hjá Helga. B5. Hótun í stöðinni. Spurningin svart vil bregðast við því. Ég hótun ekki hótun B5 alltaf drepi hérna. Það er svona smá óþægandi, örlítið betra kvittan, kannski ekki mikið. Tíminn og svipaður, við erum bæði þekkt fyrir tímarhag. Þetta verður tímarhagsskák. 5. skákin sem við skoðum er Alexander Domatjuk gegn Bárði. Domatjuk er mikið fyrir svona tæknistöður og hann fer beint hérna í drottningakaupin. Tekur á þessu típeði hérna, fær í staðinn svona smá pressu hérna, opnar alnuna frá rókinn og B-peð fer oft svolítið að stað, B4, B5 mörgu línum, ekki alveg strax kannski. Svona tekur þessu tíma. Hvítur hefur meira rými hérna, já nú biskup F4, nú er hann komið svona svipað stöðum að fara í hérna
til London. Hér er ég hrifinn af því að manúver hennar riddara á D2, A4 og A5. Spurnum hvort að fara í það, stuttrókun, riddara eina 4, E3, biskupur fyrir 6 og H4. Það er svona aðeins að fikra þess að áforma kóngsvængum fyrst. Hérna myndi ég hef tímalöst farið í þessa manúveringu. Svartur svaraði átt með að leika biskup hér og drepur hvíti með þessi peði og getur svo stilt trókunum á bílinu, sett svo pressa á þetta peð og það getur verið erfið pressa þar sem oft er erfitt að valda þetta peð hérna bísu aðalóta þessi biskup hérna já, vikulínunar þessi biskup getur oft tekur hann að bí átt að reyta hrók en hvað er það? Þetta er svona stað sem er stæli en nú komum við svona að já kannski aðalskák umferðarinnar Guðmundur gegn Vigni Guðmundur með hvítt og svona sjá hérna byrjunum var skemmtileg, það var E4, E5 já, hann líka biskup B5 ok, það er spænski leikurinn ég held einhverjum hlutu vegna held að þetta hefur ítalski leikurinn en þetta hins vegar er alveg eins og skákin Jónas Bull Bjerre gegn Hjörvari sem Hjörvar vann svo skemmtilega á Evrópumótinu núna síðast þar sem við unnum Dani 2,5 tefnilega nákvæmlega eins biskup series 4 drótning fyrir aftur á D6 og hérna náttúrulega lítur þetta svolítið út eins og ítalski leikurinn þetta kemur samt upp á spánverðinu riddari B til D2 biskup F5 slattaskákum sem er telst í þessu riddari G5 og nýju F7 þannig að svartur rókar við tefnum þetta nokkuð rætt og takk eftir tímanum með Guðmundi hann er með 1,32 það er þetta mjög hratt, þetta er eina 4 þetta er drepi, D-drepur, drepa D1 það var að kaup, svo ekki fyrir skák skák Hjörvars og Jónas Bull Bjerre þá kom þessi leikur kongur C2 og Hjörvar drap hérna og við fylgdum ykkur skák sem að tveimur skákum þar sem að Dúta tapaði reyndar en Hjörvar var með endurbót á þeirri skák og náðu svo að vinna á móti Jónasi eftir þetta skemmtilega skák sem var einmitt skýrð í tímaritinu skák sjátt á tímaritinu skák og Gautaból en gummileikurinn F3 snögguraði og já, þetta er náttúrulega merkilegt að þeir náttúrulega voru báðir á EM landsliða þannig að kannast þess að skák Hjörvars og vantarlega eitthvað inn í þessu biskup D7 við sjáum hvað gummi teflir hratt 1:33 klukkunni Vignir búið með korter hérna leikur Vignir A5 allar skákir sem hafa komist í þessa stöðu þá leikur svartur H6 reykja hennar riddari burtu hvíti getur leikið A5 eitthvað svona og já, þrjár skákir hér allar enda með jafntefli svartur tók alltaf A5 biskup D4 getur verið leikur líka og hvítur hefur parið og já, getur kannski eitthvað föndrað og vantarlega hefur gummi haft einhverja hugmyndi hér en Vignir leikur A5 sem er kannski ekki bestu leikurinn já, takk fyrir það herru rétt, ég er með náttúrulega liveborðið þarna takk fyrir þessu ábendingu við fara bara, já, við skulum bara fara tilbaka það sem sagt í stuttu máli þá fylgdu við skákinni Jónas Bull Bjerre Hjörvar þessi stað kom upp á Spánverjunum lítur svolítið út eins og Ítalinn kom upp á Spánverjunum og Jónas leik hér og þá drepa aftur gummi hins vegar leik F3 og snögguraði og telti hratt eins og sagði og hérna er H6 algengast þar sem að hvíti virðist svona fá einhverja stöðu með parinu svart að það að gefa mannin fyrir peð líklega á A5 og ávantanlega geta varist á hæstu lefurum en A5 virðist vera ónákvæmleikur eftir B5 biskup A3 hvítur er fljótur út með menna hérna standa vel svartur rétt svona er að valda hérna nú sjá að hvítur er fljótur á D-línu og það er stór hættulegt og kíkti aðeins á þetta með byrni yfir aðan og okkur grunnaði að hérna myndi gummi mögulega færi eitthvað svona endatabla sem maður myndi bara taka hérna á E6 leika hróku D og þynga þetta tvípað hérna
taka hér og jafnvel fara í þetta endatafl og reyna að vinna það. Þetta er svona mjög gummalegt endatafl. Getur svona komið kónginn, ekki C4, C5, biskupinn hérna með pressu. Já, ég veit ekki. Svartur getur kannski varist en þetta er þjáning, svona svipað og Vignir lenti í gær sjálfur. En spurning hvort að Gummi hafi bara telt reynilega meiri krafti hérna, hrókur D8, hrókur D5 og ég man að töluna mælti með þessu leik. Hugmyndin er að, já það er alltaf onni hérna, en þá kemur bara hinn hrókurinn á D1. Svartur er í vandræðum, við erum að fara að komast inn á 7. Tölvan hafa mælt með því að drepa bara hér, fór hann skipta mynd, drepa svo hér. Vignir leikur hann strax biskup C8 og þá er onni þetta P hérna á E5. Biskup E3 fyrir Vigni. Reynir að fá okkar mótspil hérna, hrókur D2 kannski í loftinu. Rittarður E6. Biskupdreipur, skíturinn er hrókur D2. Eftir E6. Já, og nú leikur hann biskup C1. Kemur í veg fyrir og náður að drepa hérna á C2. Kemur leppun og kongur B2. Hér er eins og að sé bara komast í endatafl. Peði yfir. Vignir dreipur á C2. Hrókur dreipur. Hrókur D2 skák. Hrókur C2, hrókur D. Hann reynir að halda hrókum aktífum. En hvítur er þessi peði yfir. Sjá hvað setur. Þessi hrókur. Hann er ekkert sérstakur. Það tekur smá tíma að laga hann. Spyrjum hvort hvítur er bara að leika núna hérna. Hrókur hér. Þannig að komin upp bilið, það satt aðeins að passa sig. Hérna er kærulaus og geta lentið því að hrókur sé hérna fastur hérna. Ég var ekki von á því. Þannig að spyrjum hvort þetta sé nóg fyrir Guðmund til að tefla til vinnings. Peði yfir. Þetta getur orðið svona skákið lengri kantinum. Sjáum til. Ég ætla að kíkja aftur á Héðinn og Olgu. Þar er... Já, þetta er ekki. Héðinn leik drottning A4. Það kontur hann upp í þessi skák. 1-3. Biskupur C3. Það drap Héðinn og það kom hrókudröpun E3. Athyglisverður leikur. Já, kongur F7 leikur í stað að skipta á biskupnum. Og fyrir Gumma, þá verið, nei fyrir Hjörvar, nei Vignir segi, kongur F7 í stað að skipta á biskupnum. Hvenar þá? Sé ekki hvernig það náði, sko, hérna erum við annarkvæmt að leika biskupnum eitthvað eða, já, annars verðum við næstu búin að trappa hennar hrók. En já, það er allavega, þeir hafa báða bak og eira vantarlega, þessi hrókur er svolítið varasamur hana. En já, aftur í þessu skáki á, hrókudröpun E3. Einfalda spurningin er, hvað gerist þetta biskupur E3? Ég skáka hérna B2. Ég má ekki fara hér, það móta G2, þannig að ég fer bara hér. Svartur er rosalega miklu leiðir. Ég skáka hérna. Sleppi ekki bara hér, er þetta ekki bara eitthvað bull? Nú er E2, þannig B2, biskup D2. Ég sé ekki náttúrulega þannig B2. Þetta getur nú bara verið búið nokkuð fljótt hérna, kóngurinn er einn. Þetta við ekki tíma í rittarinn er fastur, það þarf að vera í máti. Ég er ekki bara búið, þetta er bara vitleysa, sko. Eða hvað? Getur ekki verið að hafa tíma í eitthvað svona, það er bara, ég neita að trúa.
Getur vestafalli skotið inn einhverjum krokodíl. Svolítið mátið hérna. Nei, ég sé þetta ekki alveg. Hvað er mér? What am I missing, sko. Svo þetta var betri skák. Drónin G2 lítur að vera too slope, ekki bara okkur G. Þetta er B5, nei. Þetta verðist bara vera... Hvað er ekki að kongur 1-2? Það er bara ein drottning hérna, það er mikið að liði kringum kongin, þetta gengur ekkert upp. Enga skák hér, þetta er einu skákin. Biskupinn gerir ekki neitt. Þetta er einu, já, þetta er ekkert. Já, þetta er bara eitthvað svona, hvað segir maður, desperation. Ef þetta er rétt, sko, getur verið þessi eitthvað vitleysa. Fá hérna refresh, hvað kemur. Þetta er annarkvort einhver argasta snilld sem að sést hefur sem ég skil ekki, eða bara kólunarkvitt. Ég bara sé ekki neitt. Algjört svindl að kíkja á Stockfish, eða hvað? Já, hann komur ekki á orð hérna. Já, þetta virðist vera fjara fljótt hérna. Þetta var kannski aðeins... Það er oft hægt að fórna skiptamöðinu. Þetta var aðeins svo hratt hérna. Það er svona auðveldur að kvíta hana líka bara eftir og kongur eftir. Það vantar svolítið... Við höfum engin peð til að rífa stöðinu upp. Þetta er svona... Kannski aðeins of auðveld vörn. Við vorum eiginlega búin að sjá þetta áðan, sko. Það spyrir hvernig þessi stað er, sko. Hvort það sé alveg vita vonlust, sko. Í hvort hann hefði haldið að hrókurinn var óvaldaður eitthvað, ég... Allavega, þetta er... Já, ekki að góð skák og að gera hjá Olgu. En... 1 og 2, það er ásættanlegt, en... Já, sjá hvort það sé, hérna... Þau sita nú ennþá á tabli hérna. Og einnig virkar spakur hana í salnum. En ég, já, ætla að fara langlegana með að kalla þessa skák, segja staðan er svona og Héðinn hugsar. Köllum þessa, Héðinn vinnur þessa. Er það komið 1,5? Sem er svona, já, bara pari. Eftir B5 þá lék Hilmi fyrir biskup 1 og 2. Sem setur vissulega pressu hér. En Hjörvar sagði bara gjör svo vel, þetta er C4. Þú mátt taka hérna og hérna. En Hjörvar vil meina að hann sé með þá óaktífa stöðu. Hvað er að gera sérna? Tekur hann með teð eða hrók? Hann myndi halda hrók. Svo er hann hérna í F4. Veit ekki hvað hann gerir það strax eða... Ég veit ekki bara eitthvað svona út að byrja fyrir þessi Róni. Svartur líklegast hengur á þessu. Það skrítist að svartur er með svona lélega peðastöðu en aktífara menn og þessi situr ennþá hérna frá því í 7. leik, gerir ekki neitt.
En hann tók ekki á C4. Tók ekki á C4, hann líka hann biskop C1. Skilur eftir hálftíma á klukkunni og Hjörvar á 37 mínútur. Hans betri tími á Hjörvari. Virkar svona þægilega svartan en við höfum kannski ekkert beint framhald. Kannski hægt að leika henni A5. Kemur til álita. Hugmyndin að drottning B5 er svarað með riddari A3 skák. Flokkur B8 vinnur drottninguna. Þannig að vantarlega ég að leika henni að leikaborðið annarkoð drottning E1 eða drottning B3. Það geti ég svo sem endur tekið leikinn, leikið A4. Fórn að höra þetta þessu peði. Þetta er ennþá eitt draft út af riddari A3. Hvernig var eitthvað svona? A3. Getum ekki eftir að drepa. Þetta er kannski skotin í C4 í einhverju tilvíkum. Kannski getum við skotin í þessum og þetta er allt í góðu hérna. Og niður hér til dæmis. Kannski bara hér. Maybe. Þetta er svona dreipið líka í A3 B2. Það svartur allar með svona hugmyndir. Þetta er eitthvað sem svartur skoðar. Ég er ekki að segja hann leikir sig. Þetta er bara það sem að maður svona lætur reika hugan. Þetta sé möguleiki og svo skoða maður hvað er í boði. En það virkar ekki, þá getur hann kannski leikið bara einhverjum svona stöðulegu leik, til dæmis biskupinn á F5 stendur mjög vel, valda D6-peði, valda G3-peði, svo getur farið í aðgerðir. Biskup G3 án fyrir rókin til að fara til dæmis inn á F2. Er þetta ekki bara aðeins betra svartan eftir annarkvæmst biskup B5 eða? Mér finnst A5 reynda mjög fyrirsandi líka, ég verði að viðurkenna það. Þannig að, já, mér líst ágætlega þetta fyrir Hjörvar. Væri náttúrulega mjög sterkt fyrir Hjörvar að ná í sigur hérna. Það verður reyðilega að koma tilbaka eftir slísið í gær. Svo fjall á tíma Olgu. Dagur er peð undir gegn Hannesi. Spurning hvort hann hafi mist hérna. Hann leik hérna í miðtaflinu eftir A4, leik hérna A5. Og sneiðu hugmynd að mörguleiti, það sem ætti B3 A5, B3 A5, drottning B7, þá er drottningin af. Hannes hins vegar skaut inn riddari D5. Við berum það saman við að drepa strax á B7. Nú getum við bara bjarga drottningunum með leikaborðið riddari B5. En þá er þetta CP hérna á B5. Og eftir kaup hérna, þá er þetta að gera eitthvað þetta peð, til dæmis taka á A4. Eða leika B4. Og það er jafnt á peð. Ég skal ekki segja hvort er betra, líklega að drepa hérna á virkjahrókinu og með 2 peð hana. Og þetta D5 sé vissir ennþá veikt. Hins vegar í útgáfunni þar sem Hannes á leikinn, þá drepar hann D5. Og núna sömu útgáfu eftir hrókar B8 sem hann lék einmitt. Þá er bara þetta peð horfið í staðinn fyrir að drepa hann A4. Þá er þetta peð bara horfið. Þannig að þetta hlýtur að vera betur útgáfa fyrir Hannes heldur en Dagur ætlaði sér. Og hann drepur hann á D6. Já, þetta sé ekki bara svona hartnær tæknilega unnið á Hannes. Þessi biskup er að fara B5. Það er allt valda hjá hvítum, hann er peði yfir. Þessi biskup er slakur. Nú vantar skotmörk. Það er allt svona menna bara Keith Archer, heitir E8 á F6 bara til að fá hann að lilla biskup og vera svo bara með öll peðin hérna á svörturreitum. Þetta fer þá hér átt. Já, biskup B5, hvítur með C-línuna, D-peði veikt. Það er þetta að laga hann að riddara. Riddari D3 C5, eitthvað slíkt. Já, ég myndi segja tæknilega unnið og hálftími betri tími hjá Hannesi þar að auki. Hægri megin mynd Hannesi þessar skyrtu sem hefur gefið honum, já, ágætlega í aðra hönd á Íslandsmótum. Ég man þetta því að myndin sem ég postaði með fréttinni í gær, þá var hann einmitt í þessari skyrtu frá mótunni í fyrra.
Förum yfir í Lenku og Helga eftir B4 kom þetta dráp hérna og það er nú bara komin einn leikur, það er ekki meira en það. Helgi að hugsa sig niður í tímarhag, hugsa 20 mínútur, 35 mínútur eftir í 18. leik. Mér finnst ekki réttlætanlegt að eyða 20 mínútum á þessum tímapunkti, en þetta er það sem Helgi gerir og hefur alltaf gert. Lenka reyndar á Íslandsmótinu fyrra, það sem hún gerði vel var að hún passaði mun betur upp á tíman heldur en oft áður og þar alveg gekk þokkalega. Byrjaði mjög vel, það var eftir 300 fyrir. Fjaraði samt svolítið undan þegar leiði á, en heilt yfir fannst mér mótið henni fyrra gott, svona út frá það mennsku. Það er kannski óheppið með vinningar svona hér og þar. But ok. Já, við sjáum þess að H4 þenslu þannig hjá Sasha áðan, hrókur E8 hjá Bárði, G5. ætlar hann á sér í rím hérna Kongsvæng. Móti kemur að veikja hann í hvítareiti, kannski getur þessi biskup vakna aftur til lífsins og bara komið henni tilbaka. Biskup á 3, ritari finnur 8. Nú spurning hvernig hvítur ætlar að þróa þessa stöðu. Það er langt frá því að gera eitthvað á Kongsvængnum. Kemst ekki planið sem ég er svo hrifinn af út af þessu rittara hérna. Mjög hrifinn af þessari mannöryggu hérna. En hvað búið að gera þessi vigni? Við skildum við stöðuna hér. Gummi lék einmitt hrókur C5 til að losa hrókin. Hrókur hérna 7 og hrókur C4. Undirbjörg að koma hróknum hérna á D4. Svartur getur kannski leikið. Ég veit ekki hvort hann vill leika F5. Það er svo sem kemur í F fyrir. Svo D4 og nú þarf hrókurinn að passa sig, líklegast að fara hér. Það koma svo til hérna. Sem sýnist að hann gerir bara í næsta leik. Þetta er aðeins erfitt hjá Vigni, það er morgunljóst, hann er náttúrulega peðið undir. Þetta er staðan, hrókur C4 og síðan líka hérna. Þetta er staðan eins og hún er. Þetta er hrókur C4 og Vigni hugsa máli hérna. Þannig að hann er með gólsettan í bakgrunni. Aðeins betra veður fyrir þá sem eru nú brálaðir að stunda gólf á þessum ástíma. Það var bara snjór hérna yfir allu í gær. Já, nú reynir svolítið á endatöflun hjá Vigni. Hann er hrifinn af þeim. Nú getur hann sannað hversu sterkur hann er ef hann heldur þessu. Það er mjög sterkt. En svo spyr ég náttúrulega ef að gummin er í hérna
nær í vinningi þessari skák. Þá var hann nú kannski bara til alls vís og ótrúlega hvað hann er oft sterkur á Íslandsmótinu. Pínu Hægir er búinn að leika hana, af hverju fekk ég ekki leikinn? Já, Hrókur D7. Já, auðvitað, þetta hlýtur að vera betri leikur. Stoppar hann leika Hrókur D4 og spurning. Er hvítur að lenda einhverju vandræðum með hennar hrók? Hann gæti reynda að leika Hrókur D4 og fórnaðan fær C-sipið í staðinn. Það er spurning hvernig sú staða er. Já, við fáum skýringabúri. Sko, einhver svona leikur. Ég gæti alltaf að drefa með hinn hróknum og vera með hrókinu á D7 og reynda að verja það. Ég bara spái hvernig eitthvað svona er. Segjum Hrókur. Já, kongur hvar? Kongur hér. Ég held að ef það skiptist upp hérna 4-3, ég held að svartur að ég verjast þar. Ekki alveg 100% sko, en já, menn svartur er enga veginn þingaður að fara út í þetta. Hann gæti náttúrulega dreif með hinum og svo bara reynda halda sér fast eitthvað svona kongur F7 og vona það besta. En ég hef nú lent í svona hróksendtafla á móti Guðmundi þar sem hann var með mikið rými og ég var svolítið passífur. Það er einmitt náðan að vinna. Þannig að þetta er betra að hvíta, hann er náttúrulega peðið yfir, það er bara spurning hversu mikið og hvort þetta sé nóg. Þetta verður, já, þetta geti alveg tekið tíma. Þannig við, hvað gerst þannig? Ég er að fá menn áminningar fyrir að mæta ekki á skákæfingar. Leika Hrókur D4? Nei, jú, hann leika Hrókur D4 og þá kom kongur F7. Virkja konginn. Já, hann vill ekki drepa á D4, hann vill ekki slétta þessu peð hjá honum, hérna Gumma. Hann er öruggast, hann ætlar ekki að gefa eftir D-línuna svo glatt. Hvítur getur náttúrulega. Já, kannski er hér bara að fara að verjast hérna. Þetta er ekki hér á Viglísi.
Þetta hefur eitthvað svona drepa hérna og ég kannski bara gangu C og hrókur D2. Komum við fyrir að hrókur sé aktífur. Já, ok, hrókur D3 reyndar. I insist on being active. Já. Ekki svo auðvelt, kannski hægt að leika C4, kongur C3, en þá var samanskapið kannski leikið bara hrókur D3 og leifir ekki að vera aktífur. Og ekkert svo auðvitað að losa sig, hér skák og niður hér, þannig að hér aftur. Þannig að taki Guðmundur á D7. Hvernig þróar Pétur stöðuna? Þannig að kongur F7 síðustu leikur. Og Héðinn er búinn að vinna mútið Olgu. Eftir hrókur B3, það var drepið. Þannig Pétur skák, kongur E eins og spáð var, dóttir C3, kongur E2. Hérna rittur B5. Þetta reyndist ekki nóg, eftir rittur D4, þá kom kongur F2. Allt valdað og við höfum ekki tíma til að koma drottningun undan, halda valda þessum og halda valda borðinu. Þannig að þetta er alveg mikið lið, þannig að Olga gafst upp. Já, þetta var ekki nógu góð skák Olgu núna. Hún svona eiginlega lagðist á stokkinn eins og Helgi Ólafsson kallar það oft. Þannig að hérna, já, Héðinn þurfti kannski ekki að hafa svakalega mikið fyrir þessu skák. But ok, kíkjum á Hjörvar. Sjáum hérna inn í salnum að, já, það er orðið eitt borð hana. Efst hægra megin í myndinni, þar voru þau Héðinn og Olga. Já, Hjörvar virðist hafa valið hennar leik biskup Einar 5, mjög svona klassískur Sigureyra varnar leikur. Biskup Gunnar 4, kýtlar hennan, dróning finnur 6, valda peðið, meiri pressu á skálínuna, þóttu hóttum enga ennþá. Hrókur F1 ekki bóðið, það er fyrir drepið. Yfirleitt er svona gott að fá 2 hróka fyrir drottningu og hérna er náttúrulega auka vesinn að það er róni hérna. Já, ok, það er enda róni hérna, skulum aðeins slaka á. Þannig að hverju mátti ekki fara hér. Kannski má ég samt leika þessu. Ok, ég get skáka hana hvenær sem er svo sem. Er þetta mát? Já, það er ekki bara. Allir eru að 4, þetta skiptir ekki máli. Það er ekki mát, en já, við erum liðið yfir hérna. En Hilmir, já, hann er eftir byrju G14, hann er ekki F6 og leika hrókur D3. Við myndum vantilega bara stoppa rittar A3 í mörgum variantum. Og kannski leika hrókur F3 líka. Við skoðum á hann hugmyndi með A5. Hvítur er að gera ekki neitt. Svona er þetta að gera ekki neitt hérna, segjum bara ok, eitthvað svona. Þá voruð við nú að skoða á hann hugmyndir að leika A5. Sem er mjög hættulegt þar sem að dróttur B5 er hægt að svara með rittari A3 skák og svo vinnum við drottninguna hérna. Þannig að mér sýnist hrókur D3 vera svona að hluta til prófílaxis gegn þessari hugmynd. A5 rittar A3 hugmyndinni. Þannig að Hilmir reynir að hanga á þessu. Mér líst nú betur á svartastöðuna. Það er ekkert launungar mál. Ein spurning, já, það er endur róni hér, já.
Spurning hvort ég megi samt leika hér, sko. Þar ég að hugsa, þessi er onni, ok, ég dreipi hérna skák, en þá dreipi ég á G-num. Ef hrókur eitthvað svona, þá spurning hvort ég megi leika rittar A3 hérna. Úff, já, þetta er bara mát. Bjú. Og ef þú dreipur þetta að einhverjum öðrum manni, þá er móti borði. Já, þetta lítur nú eitthvað betur út hjá Hjörvari. Sjá hérna stöðun eins og hann er. Hrókur D3 síðustu leikur. Höldum áfram þessari yfirferð. Já, ég er nánast tilbúin að kalla þessa skák hjá Hannesi og Degi. Hannes er bara peðið fyrir ekki neitt í ofanalag. Getum ekki einu sinni leikið rittari C7 hérna í stöðu til að gera eitthvað af þennan biskup. Svo er rittari B3 að koma, það er onni hérna. Hrókur getur komið á C6 í kjölfæri. Biskup C6. Tæknilega unni hjá Helga með að fyrir ekki Hannesi. Ég er alveg bara ruglandi löfnum hægir lístir þetta. Það er fæst lott kannski. Það skal ég verða betur. Það er lengt á Helgi, það var nokkið alveg ljós hvað er í gangi þar. Sáum þessa stöðu þar sem Helgi eyddi alveg óheyrilega tíma. 23 mínútur ég að dreipa hérna á D4. Þetta er reyndar ok. Það er kannski réttland að þetta eða tíma í strategískar ákvarðanir og hérna er náttúrulega strategísk ákvarðanir. Þessi uppskipti, drottning sem D4, B5, biskup B4, þetta er B4. Blenka með 26 mínútur, betri tíma. Já, ég er yfirleitt svona hrifnar af svona stöðum á hvítan. Ég fæ stundum svona stöður í enska reiknum. Það sem að já, rittarinn alltaf hérna, það getur líka verið góður hér. Við viljum svolítið komast á A-línuna, fara að leika svo dálítið B3 og setja ykkur að pressu hérna. Yfirleitt er þetta per þetta hér. Getur hann ykkur að pressu hér, kannski þynga niður leika B6. Leið og það gerist, þá er biskupinn mjög sterkur á skálínunni. Og valdið okkar á A8 er eiginlega mikilvægara heldur en valdið hér, því að við getum alveg pressa á þetta peð. Við höfum meira rými, þannig að við getum farið með hrókinn hérna ykkur stára A-línuna. Kannski ykkur setja drottninguna og komið mönnum hér. Þau eru reyndar að valda þetta peð hérna. En við getum byrjað eitthvað svona drottning B3 og kannski komið hinn hrókinn, eitthvað slíkt. Þannig að líklegast örlítið þægilegur á hvítan. Samt ekkert eitthvað mikið. Svo er það þeir ætla bara báðir að falla tíma. Það er náttúrulega annálaðar tímaraksjúklingar hérna báðir, Alexander Dovalchuk og Borðrætt Birkisson. Hvað er ekki komin einn leikur? Rittar eftir ennþá síðasti leikur. Biskup B7. Sasha hugsaði ok. Sasha búinn að hugsa núna í 21 mínútu. Þetta er rittar eftir. Það sjá bara örstu hvort það sé ekki örugglega rétt. Hvítur á 15 mínútur, svartur 19. Allt rétt. Allt rétt. Þetta verður eitthvað tíma rak en á móti þá er þetta ekkert flóknast stað í heimi. Þetta er svona svolítið loku staða, þannig að menn ná nú kannski tímamarkanum auðvitað. Þetta kom svolítið í bakið á Sasha í fyrstum ferð að hafa lítinn tíma til að taka svolítið svona
Þokkalega ákvarðanir. Gummi hugsaði ennþá. Kóngur F7. Þetta virðist vera vel varist hjá Vigni, líklega rétt varist. Hann gefur ekki eftir D-línuna. Vissir að peð undir, en erfitt fyrir hvítan að ná okkur að virkna mennina. Nú þarf hann að taka ákvörðun, það er pressa á D-línunni. Ef hann skiptir upp, þá er svartur með D-línuna og mjög erfitt fyrir hvítan að ná tökum á henni. Sýnist hann hafa drepið hann á D7. Kemur nú óvart. Ég er ekki svarað að bræði, maður okkur upp D7. Jú, Vigni skrifa niður leikinn og leikar okkur upp D7. Hvernig með einhvern leika sem hrókur E2, hérna leika bara kongur C2. En þá fer ég bara eftir að hrók. Við náum alltaf að vera aktífur á móti. Og það sem svarti kongur komin hérna, þá get ég alltaf, ef ég gef eftir D-línuna, eins og til dæmis hér, því alltaf leiki kongur E7 og blokka allt. Blokkað aðkomu hvítarhróksins. Og þá komið vesen. Þá þarf ég að valda þetta peð. Þá get ég alltaf að fara að skáka, eitthvað slíkt. Og leikið svo bara hér. Vil ég leika hér. Þá ætla ég að leika hér. Við segjum bara eitthvað svona. Það er ekkert hlaupið að sig. Leikur örugglega bara kongur E7. Bara stoppa upp í þetta. Og þú ert ekkert svo, ég ætla ekki að kongur C2. Ert ekkert svo auðvitað að fara neitt að gera, sko. Ég leit bara hér, setja peðið, ok, kongur hér. Skák. Ok, þú kemst hérna, hvað svo? Kongur hér til dæmis. Já, vonir hvíts eru kannski bundnar við einhvers konar B6 framrás einhvern tímann. Já, það er erfitt að gera eitthvað í þessu. Spurning hvort að Gummi finni einhverja leið. Hann hugsar enn. Tíminn hjá núna er 7 mínútur hjá Guðmundi, 37 hjá Vigni. Þetta hefur snúist allverulega við. Í byrjuninni þá var Vignir í miklu vandræðum og lenti í smá tímapressu. En já, nú var það Gummi sem þarf að eyða tíma í að finna leiðir til að gera eitthvað. Já, hvað er við? 32. leik. Guðmundur þarf. Mér finnst líklegt að Guðmundur geri voða lítið núna næstu leikjum. Vilja bara ná tímamörkunum og reyna svo að finna eitthvað plan til að setja pressu á Vigni. En það er alls óvíst hvort að það dugi til, það verður bara komið ljós. Þannig að förum aftur í. Ég held mér svona bara við svipaðan rúnt þegar ég á A5, já. Kjörvað með hvítt, já, fyrir ekki svart. Eftir hrókur D3 sem ég held nú að kemja upp fyrir A3. Ég held að kemja upp fyrir þessa hugmynd A5. Dróndur B5 rittar A3 skák. Og leikur hann samt A5. Þannig að fólk spyr
Af hverju má ekki drepa hérna? Er ég að fara að drepa á B2 með einhverju? Segja rittara. Hrókur B8. Er þetta hugmyndin? Það hlýtur að vera hugmyndin. Vítu getur kannski skotið inn í það hrókur F3. Það var ekki lengur losað þessa pressu hérna. Dugar það til? Hvert get ég farið með dronninguna? Dronning E7 tekið hrókur B8 samt. Byrjum við. Ætli ég verði ekki að fara hér? Bara til þess að... Nei, það var núna hér líka. Segjum við fara hér. Vandamálið er náttúrulega... Hvernig sem ég tek að ég er ekki lengur að valda hrókin hér. Hvernig ætlar hann að svara hrókur F3 þetta fyrir svona? Skal ég hrókur B8 strax? F6. Skjótur bara þessi spakur eða bara svona. Þá spyrum við hvernig ég skjóta þessi minni sko. Hvað er að gera sena? Nú ljóta vilsan. Já, ég gæst fyrir hérna sko. Já, ok, ég getur þetta að fara hér. Blokka þennan. Það er bara fyrir. Það komur heldslækjur hérna. Hrókur B2. Ég verður að fara sér. Þetta er alltaf bara mátirna í tveimur. Já, þetta er alltaf jafnt tap bara hérna. Eitthvað svona biskup F1. Hvernig kemst þessi út? Þannig fyndi ef við fengið þessa flækjur og svo endaði eitthvað svona stöðu, bara jafnt á liði. Ok, A5 er á borðinu. Ég ætla að deleta þessari þvælu hérna. Sjáum hvað er rétt. A5 er komið, hann þorði ekki að drepa B. Skiljanlega. Hver er að fara að reikna þetta? A5 drontur B5 rittar B2. Hrókur F3 og svo framvegis. Vá. Dronning B3. En ef hann þorði ekki að drepa einu svona B5, er hann að þóraði aftur eftir... Jarðar minn, það er bara eins og það á að vera. Það var 15 mínútur til leið á öllum beinum. Og ekki nota tölvur í skýringum. Það er anti-cheating, þótt að menn treysta öllum, þá verður nú að hafa eitthvað. Einhver standard. Spurningi, mætti Vignir seint eða var hann 10 mínútur að ákveða að svara F5 með F5? Var hann 10 mínútur að því? Leik hann A4, var ég að skoða þetta. F4, 1.30. F5, 1.20, já rétt þér.
Ég man ekki, nei það mætti eitthvað seint, þú segir það. Ég man að Gummi setti klukkan á sjálfan sig. Það mætti eitthvað seint, ég tók ekki eftir hversu seint. En það, já. Það er hluta til og seint og svo vantar eitthvað að hugsa líka. En þetta er komið svona hjá Hjörvari. Ef hann þorði ekki að drepa einu svona B5 þá hlýtur hann endurtaka það. Þannig að eftir A5 hann B3 og leikkjörur hann alltaf bara A4. Þannig að B4. Nú spurningin er A3 leikurinn núna. Frestandi. Já, það er líka frestandi áðan að leika eftir hann F2. Það spurningin hvað það komið til álita. Við vorum að skoða eitthvað svona rúlluskauta varianta. Líklegast. Já, spurning hvort það sé betra að vera háátt eða hérna. Þetta er eitthvað veginn. Já, við hóttum með þess að sko beinu hótunin er bara mát, er það ekki? Svona. Það er ekki eftir þessi leikur. Byrstu breyðsins yngvaðið þingaður, þú getur svo að byrja á því. Leikið svo hrókur eitthvað hér. En þá vorum við með þess að rittar aðþrjú það ekki? Betur byrja aðþrjú beint mát. Hrókutur byrja aðþrjú, eða dróntur byrja aðþrjú, kemur dróntur byrja sétt, þetta er sétt, svo kallað Puzzle Rush Backrank Mate. Og leikur hér að það dreipi þennan. Mér stóð ekki eftir, frestandi leikur. Hvað er ég að segja? Við sáum hann áðan í ykkur annar stöðu, ég man ekki alveg hvað það var. Sýnst það á leiki? Já, var bara að spá hvort það hefði verið rafmagn og spenna í 10 mínútur sem Vigni var að biðja með F5 eða hvort hann hefði verið seinni, já. En það er oft þannig, Gummi er ekkert oft að leika, ég held að það sé svona tiltölulega nýmóðin sjá hann að leika í F4, hann er náttúrulega meiri svona D4 skákmaður, þannig ég veit ekki hvort það hafi komið samt smá á óvart. Já, þetta er A3 er næst í þessum, ja, það er bara hótunin sko, bara bein hótun, þetta er A3. Það er líka hrókur D til D, svona. Já, ég var að gera það svona, ekki hinhrókin. Vegna þess að núna get ég hérna, nú er ég ekki Puzzle Rush Backrank mátaður, eins og ég kalla það. Já, ætla að vera ekki að leika hrókur D til D núna. Ekki hinhrókin. Allt annað sýnst mér bara vera mát með alls konar skemmtilegum þemum. Og svo höfum við þá, hvernig myndar við hérna? Hann er staðinn upp, já, alltaf sé ekki búin að skoða það. Ég var eiginlega búin að kalla þá skák, þetta var tæknilega alveg skítapa. Kíkjum við eldsnött á það. Vorum við þessa stöðu aðan sem ég taldi, já, hartnari Honus, sérstaklega gegn Hannesi, komið D8, fókus C6, fókur aðeins B8, það fyrir annar peiði hafið. Já, og hann gefur dag og skiptamun, þetta er alltaf mikið á móti Hannesi. Hann gefur þetta, þannig að fínn sigur hjá Hannesi sem fyrir vel af stað. Og gleymið þið ekki í fyrra, eftir slys í fyrstu ferð, þá vann Hannes segir mér eitt 8 skákir í röð. Einhverju hluta vegna þá gengum menn oft illa að raða upp á móti Hannesi hérna heima. Og nú er hann með 2-2, en hann byrjaði bara ansi vel, vægast sagt. En já, þetta er kannski skemmtilega staðan núna hjá Hilmi og Hjörvari. Nýja H2. Hvað er mér að segja hérna? Þetta er aðeins nasty. Já.
Ok, það er svo stillum við á hérna. Það er ekki live hérna. Já, Hilmir hugsa hvað hann á tímanum, 18 mínútur. Gegn 10 mínútum hjá Hjörvari. Hvorki meira né minna. Það þarf að finna líklega Hrókur D1. Spurning hvort að skjóta inn í Biskupstungum E6 fyrir eða eftir. Hvað það segja? Já, en menn svarts eru allir, þú veist, flotti riddara hérna. Octopus biskup hérna. Hrókarnir báðir á hálfopinni og opinni línunni, drókningin aggressív. Þetta er svona, lítur aðeins vel út af svörtum. Hannes er spenntur fyrir skákinni hjá það er hérna. Já, hérna hefur nú eitthvað gerst, skulum bara kíkja á það. Ég held nú að Gummi myndi nú bíða aðeins. Það var innlegg síðan á einu Evrópumótinu að hann gat endur ekki leiki til að ná 40 leikjum, gerir það ekki. Sjálfsögðu að ná 40 leikjum eða geta. En ok, hann leikur C4, D3, C5 og C6. Reynir að halda búðinu lokaðri hérna. Hrókur C3, skák, hrókur C2, hrókur D3. Hvíti getur opnað aðra línu með þetta er bara C6 en spurning hvort þú veit í það. Svona hálf pirrandi að koma þess að stað sko. Guðmundur er alltaf bara 2 mínútur. Við hefum gert vel í að svona setja tímapress á hann. Hvað ætla að vera eitthvað lenska að menn gleymi sér á þessu borði í öllum skákunum? Það var nú saga til næsta bæjar ef að Gummi myndi falla tíma hérna. Hann er í sama sæti og Hjörvar í gær. Það er kannski eitthvað birtuskilyrði sem að hér er manni erfitt fyrir þannig. Hvað er hann með hann á að eiga mínútu eftir núna? Ég skal doppeltjekka það. Já, hann á rétt rúma mínútu. Og leikur núna. Hrókur C3 aftur. Vignir er fljótur að skáka. Hrókur C2, Gummi neð sér mínútu sem er svo fljóta að fara en það sem betra er hann kemur nær tímamörkunum. Vignir er svolítið að skoða og voru nokkuð að enda eitthvað stöðuna. Vignir á leikinn, getur leikið Hrókur D3, má sjá 1, 2, nei, Hrókur að vara, jú. Hann getur leikið Hrókur D3 núna að krafa sjálftelvis. Þetta er sama staðan þrisvar. Og hann ætti að gera það. Sýnist að gera það líka. Þegar staðan kom fyrst eftir hann leik C6. Aftur eftir hann leik Hrókur D3 og nú í þriðja skiptið hann leikur Hrókur D3. Þóri getur núna bara látið hann leika leiknum. Það er einfaldast að leika bara leiknum og þá kemur melding á tölvuforritið hjá okkur.
Má sjá. Það er þess að grípa inn í þetta. Þau getum ekki náð þetta. Komum bara að báða hérna. Já, við erum mættir hérna með Guðmund og Vigni eftir jafntefli í innbyrðisskák. Hvað svona, veistu þið bara, hvað gerist? Mér leið ekkert vel allavega, sko. Mér leið vel bara ógeðslega illa við borðinu. Guðmundur tendurinn er nokkuð hratt hana. Já. En það er góð spurning, 10 mínútur í fyrsta leik, varstu á seinni eða varstu að hugsa eitthvað? Ég var alltaf seinni, sko. Allt seinn? Já, 5 mínútur og seinni síðan 3 mínútur að hugsa eitthvað. Já. Ég undirbúið ekkert E4, sko. Ég held að Gummi var svo sniður, hann leik E4 í gær Já, til að plata mig til að stúdera E4. Ekki gera aftur. Og ég nefndi því ekki, þannig, ég bara setti bara allt búið í E4 og síðan leggst E4 og það var bara, já, frábært. Þú nú minna að vera E4 Gummi, það er svona, svona bætaði við svona til að... Já, fínt að. Einmitt. Erum við að undirbúa sig fyrir mig? Já, hann er alltaf ekki leikið E4 mikið gert mér, sko. Allt sem fyrst E4 skákinn okkar. En þetta helst nokkuð hratt hjá okkur. Gummi greinlega var undirbúin hana fyrir Berlín. Settum við nú þelt eitthvað.
Já. Tættir þú ekki þetta með svarta móti einhverjum Jú. Tyrkja? Nei. Það var... Nei, það var Frakka. Já, ég hef búinn að teppa þetta lengi núna, sko. Þetta er nú eiginlega aðalbyrjun mín. Málið er að... Fæst alltaf stuð en tapar henni skák, samt. Já. En málið er að, vesinn í þessu er að ég þarf að muna allt. Já, og Gummi var svo klárlega búinn að nýbúinn að renna yfir þetta. Já. Og meðan ég er bara eitthvað, vá, ég skoði þetta fyrir svona 2 mánuðum, sko. En þið veist náttúrulega að þetta er alveg eins og skákin Já, alltaf Hjörvari og Bjarri. Þetta er sama, já. Já, þetta er sama. Já, Bjarri leik kongu 7-2. Já, ég bjóst til því, sko. Þá er eitthvað línað sem ég tek á F2. Ég var alltaf bara að reyna að muna þetta, sko. En síðan leggst F3 sem á að vera svona minna skeri í. D7, þetta er allt, algengustu leikina, A4, algengast. Já, og hérna er H6 í öllum skákum. Já, hérna fattaði ég þótti fljótt eftir á að A5 er bara glataði leikur. Já, við lestum hún til þér fljótt og svo... Síðan svo fljóttur á sig svona... Svo áttum við að nota svolítið tíma og áttar á því. Ég hugsaði síðan, af hverju leik ég ekki bara H6 fyrst? Já. Og af því líka A6 er náttúrulega líka möguleiki. Já. H6 fyrst náttúrulega. Já. Já, er þetta kannski eitthvað svona hvíti getur svona... Já, svona skákir eftirlegur við restur endi í aðtefli en... Já. En hérna... Hvítur er alltaf með par og getur alveg kannski eitthvað svona típa sem henda Guðmundi kannski. Bara svona staða, sko. Já. Ég veit ekki hvað það sé eitthvað mikið. Nei. Nei, en ég alltaf var... Þú leikst A5. Já, alltaf fekk ég eitthvað. Já. B5 er D8. Það var ég sáttur, en... A3 hlýtur að vera rétt. Þetta er þinga. Já, ég þarf náttúrulega samt að nýta frumkvæði, sko. Já. Líka áður en leikur þetta er E6 eða H6 eða eitthvað slíkt, sko, þá... Ég heyri einhverju stegum og þú veist að tala um að þú hefði viljað leika hrókur AD frekar en hrókur HD. Ég fatt að eftir á, ég var að spá hvað hrókin ætti að setja, ég hugsa að skipti líklega ekki máli. Já. Ég hugsa að kannski getur hrókur HD til þeirra örlítið nákvæmara því að hrókur A1 geti einhverjum tilvíkum valda biskupina A3 eða A4, ég veit það ekki. Það getur einhver munur, sko. Já. En síðan þannig ég held að það væri líklega bara það sama, sko. Síðan leikir hrókur, já, síðan eftir að ég fór að reikna út að það hrókur D5, þá fattaði ég, sko, að því ég fór að reikna út þessa línu sem kom upp í skákinni, þá fattaði ég að það er auðvitað betra að hafa hinn hrókin. Við sjáum það kannski bara eftir smá. Þú leist hérna og hérna. Já, því ég var líka að reikna út hrókur D3. Ég var bara að hugsa, guðunabænum ekki leika hrókur D5 og þá smetti hann hrókur D5 á mig. Já, það er náttúrulega verið aðeins öflugra með hinn hrókin, sko. Já, þessi stað var þessi stað hér og komin upp árinni byrjaði, þá var ég skoða með byrni yfir í tölvu, sko. Já. Hrókur D5 var rétt, sko. Hrókur AD D1. Ég man ekki hvað hrókur er þetta. Það var gaman að sjá það svona í fljótu bræði. Hrókur AD, Hrókur AD er aðeins herri, sko. Það hefði verið mjög nákvæmt, sko. Já, það hefði verið vænlegt, sko. En sjá hrókur D5, já. Hvernig sjá umminnin? Hvernig sjá umminnin? Ég sjá þetta smá, þetta er síðan líka... Við skulum sé þetta, já, ánáttúrulega... Það er eins og ef H6 núna. Það er spurning hvort þið megi drepa á F7. Já. Já, alltaf meira ekki. Það er líka hrókur AD D1, sko, en já. Svo bara hrókur hér. Já, spurning hvort þetta virki. Ég held að hrókur E7. En máli er, ég er ekki að hóta nefnum með H6, ég get líka bara að leika hrókur D1 þar, sko. Já, því að reyndar þetta með G5 þá leikur hrókur D1. Ég get líka gert það, sko. Ég var að spá hvort þetta er F7. Það er ég bara ennþá sterkara, sko. Já, getur verið. Ég hugsa... Drepi hrókur AD D1, hrókur E7 og þá held ég að ég drepi bara E7 strax náttúrulega. Það er hrókur drepur E5. Já. Og hérna hótti ég til að drepa D7 og eina sem ég sá var hrókur E8. Já, það er bara drepa S7 og D8. Já, þannig að hrókur... Já, akkurat, hrókur E8 sá ég hérna og F4. Já, það eru fjústu pleiðis. Já, þannig að ég held það. Já, þú ert ekki eins og liðið undir, sko. Nei. Tveir kallan er ekki alltaf betur hrókur, sko. Nei, ég er 2 peð og... Ég get líka leikir hrókur D1, sko. Það var svo óþægt að sjá hvernig allt gekk upp. Svona, maður komið dæmi hérna, hér í þessu stöðu. Bara, ef við tekum G5. Já. Og það kemur hrókur AD1 og riddari E6. Og lítur út þessu sem platinum, hrókur drepur D7 og riddari D4 skák. Og það er bara JBA, skilur við. Hrókur 1 drepur D4 og síðan hangir á... Þetta regnaði þetta ekki út. Sem hangir á F7 og síðan E8. Já, og valda hrókir. Það er ekki tími hennan að þú getur drepið hérna. Og síðan rúni á D4 enda. Alveg óþólandi, sko.
Það var bara svona allt sem ég reiknaði og var bara, já, ok, þetta er tappa, þetta er umlegt, þetta er skást. Þetta var ótrúlega spennandi, sko. Þannig, Já, lestina biskup sé það. líka C6, ég hugsa hvað það var að gera eftir C6, sko. Í staðan fyrir að taka á G5. Drip á E5. Það hér 6. Það var að taka á E5? Já, getur það ekki. Nei, það tekið á G5. Svo getur við G5. Biskup E3. Já, byrju, ég er náttúrulega með biskup, ég er með smá, já, en ég held að þetta sé bara, þetta tapar hróknum, sko. Rook is lost. Já, byrju nú C6. Ástæðan okkur ég leik ekki C6 er riddar þau bara E6. Jú, ég sá það enda líka. Þá eitthvað með bara virka ekki. Drip á D8, ég var enda búinn að sjá að ég ætti það líka. Þannig að ég hefði kannski vandað mig hann að það hefði líka C6. Svo getur við bara D7 bara eða eitthvað. Já, hér þá, já, hérna getur við líka bakka bara, veist. Já, þetta Þú þarft ekki að gera neitt, sko. Staðan mín er bara svo léleg. Já, leikum bara eitthvað, svo komum við tilbaka og þetta er bara onni og Já. ennþá leppur hérna. Já, ok. Já, þetta var leiðilegt. Þannig, veist, ég hugsa að ég hefði þurft, sko, hér að taka á E6 með biskup og þá taka á D8 og það bara taka á með eitthvað ógeðislegt endatafl. Ef þið tekum biskup þá tekur á E6. Já, og tekið sem hrókur D1 og síðan hrókur upp á D7 og Já, þetta er verið. þetta er bara tapað, sko. Þannig ég eitthvað með bara svona, þetta er bara svona, ok, ég verð að leika biskup síðan. Ég held ekki að þetta er eitthvað, en ég var eitthvað, já, ég var búinn að segja þetta fyrir Og draft á F5. En byrju, en það sé líka spurning, sko, hvernig þessi endatöfl séu, ef við fyrir tilbaka, ef við einfallega, sko, við drepum bara... Þú gast kannski drepa allt hérna strax, sko. Það er ekki allt, hvernig... Já, bara hér. Já, sem við hrókur D1 hlýtur allt í lagi. Já, hrókur D1 fyrst bara og sem tekið allt, bara þetta endatafl, bara... Já. Og byrjum á, hvað, biskup E7 kannski fyrst, eða? Rókist þetta endatafl. Þetta er bara... Það er spurning hversu gott þetta... Ég held að sé unnið. Við sáum Þessu unnið? F5 tapast það biskup E7 fyrst og hann fyrir biskup G5, hvernig svona vandar F5? Já, ég var svolítið ekki alveg viss. Kongur F6. Ég meina það skiptir þessu bara hrókum, ég meina þetta er allavega... Við sáum einmitt svipa endatafl. Það er tempo, sko, Þetta byrjaði, sko. kom biskupinn á G3, sko, og hann næri ekki... Kannski hefði maður alltaf að fara, þetta er kannski verið praktískara. En ef þú setur biskupinn G3... Ég er samt ekki alveg sem þetta sé tapað, sko. Nei, ég meina annarkvæmt, sko, peð og A5 líka veikt, sko. Já, ég veit það. Ég held að þú að nær biskup E7. Ok, biskup E7, hrókur D7. Biskup H4. Svo rótar þú bara og skiptir bara hrók. Kongur F7. Kongur F7, já, ok. Sem valdi með kongur F6. Ég er ekki, þetta er náttúrulega bara þjáning, en sko... Já, þetta er ekki neitt Já, ok, þetta er ekki alveg viss, sko. Nei, ég sá ekki, ég veist, mér varst hitt líka bara líta svo vel út, en... Já, ég var dálítið sorglega sagt og Þetta er reyna samt vonast betra, þessu. Já, ok. Erfitt en já, kannski þetta halda, en þetta er bara svo þægilt að hvítur bara tefla upp á hvort það vinnur eða ekki jafntefli. Við getum sagt að þetta var ekki drauma Ég var líka að spæða hrókur D3, sko. Já, hrókur D3. Áður en ég spæði hrókur D5, það var einhvers hrókur D3 sem virkar svona þess Hérna? markárari. Já. Já, og það ákveð biskup C8. Já. Og hrókur, og öflugur Það getið alltaf að fara í að sama þetta endatafl. Nei, af því að þú tekur E6 með riddara og tekur á D3. Það er svo tefnir, sko. Já, ok. Ég var hann smá sáttu við það. Hrókur tekur D8 alltaf fyrir hvað með riddara á D8. Já, ég held að. Já, hefur ekki tíma svo eða bara H6 svo. Já, það, já. Já, byrja spurning undir drip á D8. Riddara drip D8. Já. Drip með hrókur D8 núna. Það tala sem hrókur D1. Já, þetta var náttúrulega bara fáránlegt, það var svo mikið á svo taktu. H6, þá kannski hvort ég er biskup E7. Já, Eða alltaf hún er D8. Já, þessi er oft leikur, sko. Já, kannski bara drip á D8. Jæja, en já, kannski ekki alveg tæmynda bara svona að sjá hvað gerist bara, hérna, svo getur fyrir F5. Ég ætla bara Já, þannig að þarna kemur ljós, sko, af hverju, já, ok, ég getur farið áfram svo sem. Já. Skák. Já, ég vendur með hróku E6, þá kemur hróku D5, þannig að verður með P. Já. En núna er hrókurinn að vera H1, hann til líka biskup C. Já, hann er ekki leppur. Já, þannig að það er leik hróku, þannig að það vil drippa á F3 og hrókur nær dilinni. Já, þannig að ég er svona, ég veit ekki hvort þú satt með glotta þarna. Það er ég svona að hugsa bara, Já. Með svo skrítið, ég sá þið verið í einhverju þjóningu en
Ég var í þjálfum gata skák, þannig. En núna, Ok, nú kannski Já, vandamálið þessi hrókur og F er svolítið leiðilegur. já, ég ætlaði fyrst bara að leika F4 og G3 og eitthvað svona, en kannski er þetta bara jafntefli eða. Þetta var ekki rétt að planið að bláða. Gastu leikið hrókur A2, kom það líka til græns, það var biskup 7. Já, ég átti kannski að gera, ég var líka að spáði því, ef við fyrir tilbaka. En kannski er þetta endatal, hvað fannst þér? Hrókur að 2. Nei, með þetta endatal. Ef hrókur A2 hérna, kannski betra. Hverju? Það halda biskup að vinna á sinn, en En ég meina, ok, ég get tekið A2 og leikið kongur F7 og tekið síðan til núna. já, ég ætti þess. Ef ég er svona aktífur, að það sem til að vera þetta, sko. Ok, en Það er svona næstu í það að ég get verið að leika G6 og kongur F6, sko. Já, þetta passa hrókin hérna, sko. já, þetta er ekkert. Þetta er ekki það fannst. Nei, Biskupinn er skóðurinn á, tekur hérna reyndar að G6 þá er hann bara stökk. Já, Þannig að biskup sé. þetta var alltaf mjög erfitt að finna leið til að svona virka hvítu mennina. Já, kannski F4 var það fyrsta sem ég var að Og spáði. svona F4 getur þú eitthvað. Já, en ég veit Já. samt ekki hversu öll er að komast áfram, sko. Nei, Nei, ég líka að leiða með kongur F7, B6 eitthvað, þessi hrókur svo fárulega asnalegur á F5, sko. En mér fannst þetta ógeðslega sniðugt hjá Gumma, sko. Hérna? Að gera þetta, en Kannski líka F4, Já. kannski, þú veist, það getur svart að getur að losa með hróki með F5, það er náttúrulega Já, góð inn í sér. Já, ég var að leitast eftir ykkur svoleiðis, Já, sko. þetta er, Já, kongur F7 var það ekki sniðið, ekki það. jú, ég held það. Bara halda þessari dílínu. E5 það er kannski með einhver smá sens, en Já. kongur F7. Já, þegar hann á þetta hrókur D5 réttin, en málið er að ég sá bara Ég stöðu. hef búinn að sjá kongur F7 þarna fyrir, sko, en ég veit ekki, ég sem ákveð bara. Ég þurfti náttúrulega að reyna eitthvað, sko. Hérna var reyndar að spá í, af því ég sá ekkert fyrir hvítan, ég var að spá í kongur C1, Þá kemur hrókur D3. kongur D2, Já, bara kongur fórna. C2, Ha? kongur C2. Nei, ég hugsa að það er alltaf C1 farið til þetta. Ég held að þess að þetta getur verið tapað á því, sko. Já, ég er ekkert vissum eins og þetta er betra á mig, sko, en ég var að reyna. Hvað er að gerast hérna? Hvað er það leikið? Þú vil leika í F. F, ég er ekki vissum að vilja leika F, það er leikandi H4, þarna. Ég skil ekki eins og hvað er hugmyndin á hjákveitum. Ég ætla að hvítur að ég sé að hér að leikur F, sko, þetta var erfiður að leika kongur E7. Hvað ætlar að gera? Ég tafnum þetta bara. Já, G3 F4 kemur sér. já, með Ok, but ok, eins og Hvað segir alltaf þú? mildur segir. Hvað sér Ok, but ok. bara vel út, But ok. Chances for white, Það but er ok. einhver sem, en farið tilbaka, það er kannski F5 er óþarfur, sko. Já, Já, það sjá, er hann með eitthvað. Það er E5, eitthvað. G5. En kongur E7. Ok, það hefur kannski verið einhver smá sénsar í þessu. Æ, ég bara þorði ekki að fara út í þetta. Ekki Lítið Nei, séð. þú veist, þannig að taka einhverja sensa, sko. En þetta var erfitt að komast að stað. Já, CS það var svona eina sem ég var að vonast til að þetta ekki gera. Já, En síðan, það fannst ekki að leið hérna. Endur tókstu óvart eða fannst það bara já, ekki leið? svona hálf, þú veist, Já. ég bara átti enga tíma eftir og ég hef kannski getað dreipið á CS, ég meni vil helst halda spennunni, eiga báða möguleika, Já, en ok, kannski dreipið á CS upp svo einhvern tímabúti, segjum bara að gera það, já. en ég sá ekki einu svona, nei, það er ekki svo plan, Nei, því bara 0,0. Nei, hann er alltf, þú veist, Já, ef þú gerir svona- eitthvað þá setur svartur á eitthvað. Já, þegar ef ég bara, þú veist að hann getur líka verið að bæta Já, kóngstöðuna, kom það getur fyrir. líka verið hættulegt að hvítan, já. Já, Já, og svo en hérna bara. Já, þetta er greinlega mjög erfitt, þannig að kannski, já, svona, Gummi fekk svona gott frumkvæði svona út frá góðum undirbúningi, en svona vantaði kannski svona smá hammerbló hana í miðinni. betur fyrr. Já, hann slags með skrekkin hérna skildi. Já, eins og alltaf aðeins. Herðu, ég ætla að leiða ykkur að þið með tæmynda frammi. Já, Ég ætla að kíkja á tímarækki hérna hjá öðrum. Herðu, hjálpaðu mér að henda stólnum hérna. Thank you, sir. Já, við þakkum félögum hérna fyrir þessum áverðina áverðina. Ég þakkum félögum fyrir innlitið. Mikið eftir á þessu móti, en fyrir skemmtilega stað. Já, þráskákir eftir. Kíkjum aðeins á Hjörvar hérna og Hilmi Frey. Hvað er að gerast í salnum? Menninu, já. Hjörvar og Hilmi Freyr.
hvað er búið að gerast hérna? Við sáum Drottning F2, skemmtilega leikur, hann drap á E6, ungur H8. Og já, Hilmir náttúrulega ekkert að fara að missa af þessum máttimum, hann leikur hrókur D1 sem að verst þessum tilburðum Hjörvars, þá kom A3, hann vill rífa upp þessa kongstöðu, þetta allt lógist. Og eiginlega svona, já, eðlilegt framhald af A5, A4 framrásinni, að fara hérna A3. Hilmir drap á C4, Pétur á C4, undirbýr leiðindi hér, en hann tekur með drottningu á A3. Það kemur samtrók á B8 og svartur tveimur peðum undir í stöðinni. En með ákveðna bindingu, þessi biskup náttúrulega algjör stórveldi, valda beisinn á D6, valda þetta peð, þótt að kannski þurfa ekkert, með pressuna hérna. Drottningi stendur vel, þessi hrókur sem kom að G í 7. leik passífur, hefur lítið gert síðan skáki byrjaði. Sjáum tíma líka, það 4 mínútur í Hjörvari, innan mínúta hjá Hilmi, ekkert auðvelt að leika fyrir Hilmi, að leikur C3 sem fannst reyndar lógísku leikur. En nú er spurning bara eitthvað svona direkt eins og hrókur A8, drottning B4, hinn hrókurinn á B8, reyndar onni á C4, sé reyndar ekki þar. Það er svona direkt leikir, maður leitar alltaf á svona, já, skákdrap á hótanir. En ég sé svo sem ekkert beint í því. Ekkert drefið hér, ekkert drefið hér, ekkert drefið hér. Líklega þetta svo mikið. Gætum kannski byrjað á leikja eins og drottning E2. Setjum bara á þetta peð. Ef hrókur fyrir þá fáum við stórhættulegt frípeð á G-línunni sem valdað. Ef hinn hrókurinn þá getum við kannski skáka hérna. Og núna fer alveg að skipta máli því að eftir drottning B4 þá kemur til að áletta hreinlega að drepa hérna og við fáum drottninguna. Hérna ég að drepa með kóng þar sem P drepur drottning C2 og þá kemur ég sterklega til að áletta leikur að bara drottning C2 út af máti. Og hér þýtti kongur annarkvort að fara flakk eða þá leika hér, en þá geti ég leikið biskup C3 og þetta orðið varasamt. Mín fyrstu viðbrögð hér að drottning E2 sé hættulegu leikur. Þannig ég ætla að deleta hérna þessu leik í anleysinu og fá að breyta stöðu. Nú ætti ég að fá C3 aftur úr broadcastinu. Hann búið leikur C3, ekki? Þrátt þetta C3, 1.19 á hvítt. Þú fæði ekki leikið hver gangi. Hvað í gangi hér? Allavega hann leik hérna, C3 og Hjörvar að hugsa. Mér finnst drottningu E2 freistandi. Þessi drottningu A3 reyndar alveg úr leik. Það kemur kannski til að álita fyrir hvítan í einhverjum stöðum að hreinlega bara drepa D6 fórn að skipta menn. Hjörvar hugsar. Ég ætla að refresa þetta, mér finnst þess að þetta hefði að gerast það sjálfsögur á hann. Það er ekki liður tíminn, 2.50 eitthvað hjá Hjörvari. Nei, hann er enda komið niður í mínútu, já, ok. Það lagast og leiðan leikur. Já, sjáum eldsnægt hinnarskákinar, mikið tímarak, Bárður og Sassi eins og við varum búast. Sassi var unni peð ykkur staðar. Þeir voru mjög fastir í þessar stöður, þetta B6, þetta A4 sig, þetta G6, þetta var kaup. Mikið af peðum og svörturreitum hjá Sasja. Við skulum að fatta, kongur G2. Svartur gefur peð, með því að leikir þetta C4.
sem hann eiginlega verður að gera því að rittarinn fyrir tilbaka hérna, það er kannski lúmst, þá kemur F3 og rittarinn enga reyti. Það er kannski ástæðan fyrir kongur G2 valda hennar reit. Þannig að hann tapar þessu peði kannski bara. En biskupinn ekki svo D5 á móti. Hérna komið endatafl ekki ósvipað og Sasha lendi í gær. Sasha er réttu megin núna, hann er með öll peðin á svörtu reitum. Kappablanka regla svo kalla meðan svartur er með targetina úti allt. Svo D7. Ok, ekki með vantalega með kongin inn, valdar. E5 losar aldrei neitt. Þeir eru tímar ekki hérna Lenk og Helgás. Tímar ekki líka eins og við vorum að búast. Sýnist Helgi standa aðeins betur en spyrjum hvort það nægi eitthvað. Og sjá eldstöð hvað gerist það. Þetta er D5, drótning B3, svona svipað í bjóst við. Hérna eru kaup. Hvítur einu svolítið haldi í þessa pressu á A-peði. D4 E3, klassískt, hérna er hann að setja peðin á, já, kappablanka reglan. Hérna er hann að tefla móti biskupnum. Getur í einhverjum tilvikum tróðið biskupnum sínum á C6. Ekki núna kannski, E4. Þetta er þægilega hvítan, spurning hvort það sé nóg. Svona típiski leikir H5 til að setja pressu. Biskup B1. Okkala mannafrikinn. Hrókurinn kemst þannig yfir að G4 kannski, það er eina hugmyndunum. En nú er spurning hvort að svarta megi ekki bara leika hrókur C5 og reyna að ná sjálfur í eitt peð eitthvað þar. Svarta verður með verið peðastöðu en það er spurning hvort þetta sé nóg hjá hvítum. Það er reyndar hættur að leyfa, þú veist, eins og hrókur C5 já. Drepi, hrókur C4, nei hrókur G4, þú drepir eitthvað peð hérna, hrókur drepir G6, svo getur komið eitthvað biskupsleikur, hrókur hér, vinnaði. Já, hvítur með smá frökku, við veitum líka í þessu að hún, ég sá ekki. Það er einnig stórund að þetta er ekki H6, það getur ekki verið. Nei, ég rakst í hérna H6 til að segja þar. Já, það er mikið spennað hérna, við fyrir hrætt yfir sögu. Eftir C3 þá kom hrókur A8. Nú var ég fórðið hvort að drótning E2 hefði verið. Drótning E2 verðist að fýll leikur, hrókur F7 hefði líka verið góð leikur en hrókur A8 eins og hann lék verðist að skínandi góður. Drótning B4. Þá leika hrókur F7 til að valda þetta C-peð, ég vildi ekki missa það, það var einu ástæði fyrir að ég vildi leika drótning E2 á það. Hrókur Gunnandi finnur einn. Drótningi bakkar á A7, ótur hérna og A4. Það vildi ekki drepa peð á G2, átt hann að gera það. Ég sé ekki hvað hann ætti ekki að drepa það, en já, drótningi A7 sem er lægi líka, en lókist að drepa þetta peð og sóknin heldur áfram. Onni hér, ok, tökum kannski ekki H3 peði, en E4 peði er onni. Það er líklega bara að drepa G2. Hvað gerist núna? Hrókur á B8, drótning A3, hrókur B3. Drótningi verður vissilega kjánalega passív hérna á A2. Og þróni á C3. Jújú, svartar með öll vopnin Hjörvar virðist að hafa betur hérna. En 37 leikir, það þarf að leika 4 leikjum viðbót til að ná tímamarkunum. Lenk og Helgi, hún lék H6 já, mér finnst það skrítinn leikur. Akkur viltu gefa henni valda frípeðina? Ha? Já, jæja. Biskup F5. Nú spurning hvort peði Lenka tekur hérna eftir að hún forðar hróknum. Hrókur er fendalega með sníklar að fara hér. Ok, 30 sekúndur hérna bæði hjá báðum. Sasha og Árði, er ekki bara hrókur H1 að koma núna? Og skákin er lokið. Svo fyrir hrókurinn á H7, algjört veginn. Svo getur ekki F3 til að koma innrókin.
Ég held að þetta sé búið. Þetta er búið. Svartur vantar mótspil, hrókur H7. Algjör óþarf að hleypa honum út. Hrókur H7 með hugmyndir F3. Bara sína það hérna, hrókur H7. Svartur getur lítið gert. Kóngur F8 mát. Kóngur hér að drepa í F7. Ef þú býður, það er erfitt að býða. Ég segjum eitthvað svona leikur, þá kemur F3, við býðum. Þá kemur F8 þessi. Og hugmyndir getur til dæmis verið að leika hérna. Já, ok, það er vonið D4 þetta. Það er ekki hann á D4, þá skáka ég bara á drepa hrókin. Ekki einu sinni hann á D4. Og ég held að hótturinn minn sé að drepa bara hér. Það sem að þessi skák mát. Þannig að hrókur H var síðasti leikur Sasha. Kóngur E8, hann leika biskup F3. Ég er nú ekki alveg samanlega þessu leik, ég vildi bara leika hrókur H7. Hrókur F5 skiljanlega og þá kannski fellur F6 peðið, akkur leika hann ekki bara hrókur H7 hlýtur að bestu leikur. Þetta er ok. Það mista því, en stendur betur. En samt svarturinn allt í einu farin að hóta þessu. Sem að var óþarfi í stöðunni. En sjá hvað setur. Mögulega var þetta eitthvað misstep þarna hjá Alexander. Eftir, já. Dróning A2 þá leikur Hjörvar hérna hrókur C til B8. Hrókur C2 og dróning E7. Byrjar að undirbúa að koma dróningunni aftur inn. Meðan þessi er algjörlega lamaður. Hrókur E1. 1:16, Hjörvar eftir 30 sekundur. Það er að leika 2 leikjum. Spennandi tímarak. Við erum að hoppa á milli. Alveg þess og kruss. Allar skákinni tími, allir með mínútu að minna. Hjörvar ættum að fara að leika, hoppum eldsnött og mikla pressu hjá Helga Ásen á móti Lenku. Hann ætlar algjörlega að fara all-in á þetta G-peð, hérna að ná sér H-peðið hérna. Kóngur F6 í Lenku, setur á biskupinn. Hún hlýtur nú að líða best hérna á F4, en kannski ætlar hann leika G4. Þá getur komið biskup F8 mögulega. Ég veit ekki hvað hann ætlar að gera. Já, bara rétt bara ná sér peðið F6, er hann eitthvað aðeins að býta frá sér. Er Sasha að missa á færinu? Mér sýnist það mögulega. Þetta var ótrúlega að leggja ekki hrókur H7. Hrókur H7 lá ótrúlega beintið. Hefði gjörsamlega lama svörtu stöðuna, gat ekkert hreyft. Þetta hefur verið einhver fingurbrotur hann hrókur F3, hann hefur ekki séð að hann gat fara að hreyfa mennina. Hjörvar er farin að gæla við. Jafnvel einhvers konar hugmyndir að fara að fórna hérna dreipar náttúrulega F8 hóttar að koma inn. Hvernig hann hvítur að stoppa það, kannski biskup E3. Biskup E3. Já, herru, drónir F8 var 40. leikur, þannig að nú væntanlega tekur hinn með sér góðan tíma. Biskup E3 virðist nú halda velli svona fljótt á liti. Tekur svolítið tíma að laga mennina og spurning hvort að Hjörvar hafa mistað einhverju tímarækinu, býtir sig í handabekkin, kannski tekur G2, þetta er allt sem að freistandi það sem hann að gera svo sem, en finnst eins og hann hafa mist þráðinn. Lenk og Helgi eru komið 40 leiki líka. Hann lék biskup E4 og þá kom biskup F8. Þá var spurning hvað þetta batteri hjá honum er að gera á hálínunni. Bárður eftir biskup G4 á leik. Hrókurinn er vissilega fastur en er það nóg. Hann leikar hrókur G8 undirbýr að leika G5. Kóngur E4, G5, kóngur E5. Álosna hrókurinn. Mér sýnist að einhverjar skákir hafi sveiflast hérna í tímaræki. Það sé algjörlega morgunljóst. Hilmur er búinn að leika og hann leik biskup E3. Svo
Skulum taka örstuða pásu hérna og við höfum bara salin mynd á meðan hérna. Við höfum skák Hjörvars og Hilmis vinstra megin rétt á meðan. En já, komum aftur að vörmuspori.
Jæja, þá kom þessi búin að hressa sig upp, ná sér í kaffi. Og svo lítið gæst, það er ágætt að taka sér pásu bara eins og keppendur svona leið og tímamörkunum er náð. Það vill oft gerast að menn taka sér góðan tíma í að leika leikjum strax eftir tímamörkinu. Það gerist einmitt hér Biskup Eþrú, ég röltaðist niður í sal á hann og sá þennan Drottning F6 leik hjá Hjörvari. Ég hitti líka Dag hérna á hann frammi. Hann var alveg brattur við tap gegn Hannesi. Það er alltaf lært á sig góða skákir á Íslandsmóti. Mér læra mikið á þessu og við erum Dagur til þess að prófa nýja byrjanir og það er alveg fínt að fá eitthvað reynslu í þessari Tartakóver afbrigði þarna mitt gegn mann eins og Hannesi. Og já, staðan var í fínu lagi en það svona mistaði sig aðeins þarna. Kannski reynsluleysi í byrjuninni. En ljóst má vera, já, voru saman það að Hjörvar, hann misti af einhverjum góðum leikjum hérna. Til dæmis við bökkum hérna aðeins. Hann hafði marga möguleika á að til dæmis taka C3 hérna. Ég vildi drepa G2 hérna við bökkum ennþá meira. Eftir hrókur F1 bara taka G2. Loksins þegar þessi hrókur G leikur í 7. leik gerir eitthvað í 34. leik þá tapar hann þessu peði. Ég held að þetta sé bara fín. Hún er hér og svo getum við farið í þessi plön hana en hann var eitthvað heillega þessum Drottning A7. Hann var kannski ánægður með að fá þessa drottningu niður á A2 sem hann lítur þetta mjög vel út. Hann er líklega álega að drepa C3 hérna. Hérna hleypur hann bóngnum út og hvítur, gleymið þið ekki, hvítur er 2 peðum yfir. Það þarf að finna einhvern killer og Hjörvar virðist ekki hafa gert það. Þetta er Biskup Eþrú og spurning hvort það er ekki bara rétt á kútnum. Eftir að hafa verið í algjöru nauðvörn lengst af. Drottning F6, Drottning A1 og nú allt í einu hóttar hann bara að koma drottningunni inn í spilið, Drottning D1 og það er komin alls konar reyti, Drottning H5 og taka línuna hrókur F1 og svo framvegis. Valdar C3 ennþá óbeint. Ef að Hjörvar finnur ekkert afgerandi þá getur hann bara lent í vandræðum sjálfur. Og allt í einu er möguleikinn komin upp á yfirborðið að Hjörvar getur hreinlega að tapa þessari skák sem var eiginlega óhugsandi hérna lengst af. Það væri skellur, sérstaklega eftir slysið í gær. En það er mikið eftir að þessu. Ég sá Sasha hrista hausinn á hann skiljanlega. Betur nú hérna vantar hann eitthvað. Hérna hafa orðið svo kallar DGT-villa. Ég ætla að skjótast niður og laga þetta. Setjum bara skákinu í Helga Ásselna á fóninn á meðan. En það kom þannig DGT-villa sem ég þarf að laga. Gerum það.
Já, Arnar segir að það hafa ekki komið biskupið með séður og Hjörvar er crazy í 37. leik. Já. Þessi er rosalega freistandi, það verður að segjast eins og er. Bara smeyku eitthvað svona. Þá ekki breyta neinu, ég get ekki núna hér. Þetta er aldrei farið af fyrstu reytarrauninu, þá kemur drottningin inn, sko. Þessi kongur situr núna. Nei, það hóttar engu. Það hóttar engu, það verður bara hér. Getur aldrei þeirra bara B3 út á sitröfur. Já, biskupið situr og freistandi. En allavega, drottninga er... Ég sá nú að hérna... Alexander Dómatsúk, hann var að hrista hausinn á hann og ég hérna er búinn að færa þessa hérna, þannig að við eigum að fá þennan og það verður með breytum skákana, þetta er Alexander. Alexander ekki Bárði. Það sem að Bárði hefur aldeilis sloppið búin að sleppa skrækkin hérna, svo já, svo ekki sem meira sagt. Við kíkjum hérna. Fáum skýringaborðið. Ég skil ekki ennþá hvernig hann líka ekki hrókur H7 í staðið fyrir biskupið aftur í þessa stöðu hérna. Svartu vara, við vorum að hóta máti. Það sem er ógeðslegast er að við getum ekki leikið hér út af F3 og svo bara hér át. Bara óverandi. Þannig að varða fóraði 8 og þá langt beina stöðu að leika bara hrókur H7. Hvað ætlar að gera? Kóngurinn gæti ekki neitt, kallarnir fastir og það er bara að koma F3 hrókur H2 og svo framvegis. Biskupið E6. Hartnær óverandi mát, sko. Þú getur aldrei leikið hrókur D7, mát. Svartur er bara leiklaus, nema biskupinn. Og þeir kveika tölunni bara til að sjá hvað hann gerir. Ok, hann getur ekki G5 kannski. En þú veist, það gerir ekki neitt. Do nothing, no weakness here. Til dæmis að leika F5. Þetta er kólin á hvitt. En biskupið F3 var klaufulegur, eins og hann hafa gleymt í að hrókurinn geti farið hér og tekið þetta pef. Og nú allt í einu er orðið jafnt að liði og þá er hvíturinn ekkert lengur með neitt sérstætt. Svartur er bara að losa hérna. Valda veikleikan. Biskupinn er góður á D5. Hvítur hefur engin sérstök breyk. Það er ekki hvítur bara að hreinlega passa sig að endi ekki með verra tafl. Ég held að svartur getur fara að tefla þetta vinning, sko. Það skýrir, já, hvað Alexander var óánægður, skiljanlega. En þeir verða fljótur að koma sér tímarak aftur ef það ekki á rétt. Bara komin í 70 mínútur, Alexander Dómatsúk 25. Við sjá hvernig þetta fór hjá Helga Ássena. Eftir H6 að leika biskupið F5. Dobla hálínunni. Kóngur F6, kaupið tíma til að valda H6-piði. Það kom G7. Menntaður leikur mörgur leiti þar sem að
Biskupur upp í G7 eins og gerist, þá kemur hrókur úr H6. Þetta má ekki drepa þar sem að kóngur E7 svarar með D6 skák, þannig að hinn reitinni sem að við komast á 7. reitiröð, þá kemur skák, hrókur af, tapað og kóngur hér. Virðist vera korter í mát, það er bara spurning hvernig. Til dæmis gæti kóngur H3 verið ansi leiðilegur og G4 næsta leikur. Getur reynda að leppa þetta, má sjá. Getur við keypt okkur tíma hérna. Ef F3, þá kemur hrókur yfir F3. Kannski verið aðeins að fljótur að mér hérna. Átti ég að byrja að leika G4 kannski. G4 kóngur H4, hvað er mátið? Boys, what's the mate? Það lítur út fyrir mát. But maybe it isn't. Var þetta kannski bara eitthvað bluff? Þegar hrókur B3 stoppa mátið. F3 sem hóta mátið, þá kemur hrókur bara F3. Kannski átti lenka bara að kalla bluffið hana. Treystir Helga hérna. Og þá er spurning hvort að hvítur hafa nóg hérna. Hann er vissulega með stórhættulegt þrýpið hérna. Það kemur til álita að leika hrókur E6 eppil. Hugmyndi biskup G6 skák. Ein hugmynd ekkert endilega góð. En það er ljóst að hvítur er að pressa hérna. Langtíma er náttúrulega svartur með hérna með sin eigin frípeð, en eins og þá hvítur með frumkvæði og er að reyna að sækja hvíturreitina. Það snýst svolítið það eins og allavega. Sénsar hjá Helga, hann er samt með miklu verið tíma. Komin í 13 mínútur. Sést ekki hjá okkur, en það gengur hérna hinum einu kantinum. En Hjörvar okkar Gretarsson, þetta er drókning A1, hann leikar drókning E6. Biskup G1. Biskupur stendur ágætlega á þessari skálinu. Valdar hérna F2-reitin. Innkomi reitur, nú allt einu valdar þetta peð hérna. Hvert er drókningin að fara? C8, ég skil ekki alveg þessar mannúðaringar. Hann vil kannski komast til að setja á þetta A-peð hérna, einhvers staðar. Kannski betur á A8, ég veit ekki. Það vil ekki vera eitthvað hér eða hér. Setja á þetta A-peð. Eða hér bara binda drókninguna, holda B2-peðinu. Reyna að binda hvítan svolítið niður. Hvítur getur alltaf hent þessu peði hérna til að trufla hann. Já, önnur skemmtuleg umferð hefur verið að segjast. Olga átti kannski ekki góða skák. Tapaði svona tiltölulega fljótt á móti Héðni. Eftir frábæra skák í gær. Móti Hjörvari. Það sé að sjá hvort það sé eitthvað skilaboð að skjóða hér. Já, ég hef valið að svona. Já, svo stilla maður hérna live takk. Já, þannig ég er ekki viss um að þetta sé að ganga alveg upp á 10 hjá Hjörvari. Hérna kemur A5 nefnilega, já. Þetta peð þetta er hraðskætt peð, þannig að hann verður að blokka það, en þá nú drókningin kannski ekkert aktív hjá svörtum. Og hvað, drókning A4? Kannski drókning B7 þá.
En þá er spurning hreinlega, einhver svona variantur, drottning A4, binda hann aðeins niður. Hvað gerir svartur? Þetta aktífur, drottningin má ekki gera neitt. Drottning hér, má ég drepa á C4. Fyrir auðvitað það að ég get ekki þráskap núna undir eins, ef ég vil. Drottning A4 hlýtur á leikurinn. Já, þráskap ef ég vil. Já, líklega ekki A6. Og hátt samt en á ég þennan. Vissulega stórhættulegt að hleypa manninu minn hérna. En eftir kongur D3 er ég að fara að leika A6, A7. Óvaréttur, hvað er svartur að gera með það? Mögulega hrókur upp að G2. A6 drottning B2 og hóta móti. Þannig gæti ég kannski skoti inn í leik eins og þetta er kannski orðið svolítið shaky núna. Hvítur er kannski taka óþarfa áhættur með eitthvað svona sko. En hvítur hefur greinilega möguleikann á kóplánsútinu með drottning A4 sem bara hóta þráskák. Ég held að við verjumst því ekkert, þú veist til dæmis kongur H7 þá bara leiki hér ef ég vill jafntefli. Það geti auðvitað fyrir svartan að koma í veg fyrir það. Þannig eftir drottning A6, já, spurning hvað Hilmir gerir, hann á 20 mínútur, hér á 15. Já, ég byrjaði okkur yfirferð á hann, já, hérðinu var nálgu. Hannes lagði Dag Ragnarsson, byrjaði vel, 2-2. Og hörku skák hjá Guðmundi Kjartansinni og Vigni Vatnar. Þeir komu hérna aðeins með mér og fóru yfir gangmála. Guðmundur var vel undirbúinn, kom Vigni óvart. Fékk mjög góða stöðu. Það er jafnvel hægt að ganga svo langt að kalla stöðuna unna. Náði ekki að nýta sér það. Og Vignir með frábæra vörn í endatöflinu. Eins og ég sagði í gær og hann djókaði með það fyrir mótið að hann gæti ekkert nema í endatöflum þessa dagana. Og hann er búinn að sanna það. Hann vann í alltaf endatöfl gegn Alexander Domalchuk og hélt erfið endatöfl í dag. Þannig að já, Guðmundur og Vignir mega bara þokkalega vel við unna. Guðmundur er búinn með 2 hvíta en jafntefli gegn 2 af 3-4 sterkustu mönnunum. Það verður kannski snúast meir hvað menn að fá á móti neðri hlutanum á mótinu. Þannig að Guðmundur má vel vinna með fyrstu 2, Vignir, góðum málum, Helgi Ás, Hannes. Helgi Ás búinn að vinna, hvað gerist þar? Kongur F komið hérna eða spurning hvort hann hefði gætt að kalla bleffi og drepa H6. Við vorum að skoða það, en ég skil það að þóra því ekki, ég skil það. Það virkar ótrúlega shaky. Hvítur getur líka leikið eins og D6 og verður örugglega alltaf með næga bætur hérna fyrir skiptamönnum eins og hægt með peð. Svo getur samt komið hér og hér. En verðist ekki vera mót, en ég skil þess ákvörðun. Hún lék kongur F7. Hvað gerist? D6. Já, vandamáli virðist vera að svartur verður að taka bluffið það því að þetta virðist bara vera hartnar unni hérna eftir kongur F7. D6. Hér er ekki gott að finna reit fyrir hrókin. Blanka fór á C8. Hrókur G6, hótar hrókur H7. Vandamáli verður það er að leikum ykkur svona neutral leik eins og þessum. Þá kemur við fulla hrókur H7. Þetta er svo drepið. Ég get líka leikið D7 strax. En ég held ég get líka bara drepið þetta og leikið D7. Það sem að þetta er valda hérna. Þannig að hún leikur okkur B4 allavega til að koma manninu með spilið, þá kom þessi. Svo getur B4 hafa drepið á G7. Kongur F8 hugmyndin, hrókur G8 kom aftur upp, setja alltaf einn hrókan, hafa ekki tíma til að drepa. En þá skaut Helgi inn í nei, hann hefur alltaf drapið þetta bara, auðvitað. Kongur upp í G6, D7. Þannig að Helgi náði að kreista frá vinningarna. Það sé ennþá í salnum. Nei,
Ég hef lokið leik þarna sem að Dagur fylgist enn með. Já, Seiglusigur Helga Áss, ég mismælti því ég ætla að segja að Hannes byrjaði vel, mætti vel vinna með 2 teimur en það er sama hjá Helga, hann er með 2 teimur, getur ekki kvartað. Þannig að já, þetta var greinilega vendipunkturinn hérna, hálfgert bluffan hjá Helga sem að, já, Lenka kallaði ekki, hún eiginlega pakkaði hérna með konkurrefsi og fekk tapatafl. Það er mikla vendingar hérna í kringu tímarækki í 3 síðustu skákunum. Já, vorum að tala um Gumma á Vigni áðan, já, ég myndi að Gummi þannig kannski. Já, má ákveðlega vinna með úrslitin svona. Já, hann hefði örugglega viljað fá aðeins meira á skákin í dag, svona. Það var vægast sagt vanleg hjá honum. Hvað er ég með hérna? Já. Hrókur 2-7, síðasta leikur hjá Alexander Dovolchuk. Nú er spurning hvort að Svartur geti á réttum tímapunkti farið að leika einhverjum, haft biskupinn á D5 og farið að leika F5. Það er fram til göttum. Svartur virðist allavega ekki í neinni tapættu hérna lengur eftir að hafa haft koltapatafl. Hilmir hugsar enn, heldur sér með á svona nokkur eini mynd hérna. Þeir eru hann eist. Dagur fylgist með þeim. Drottning A6 síðasta leikur, 15 myndir hjá Hjörvari, 13 hjá Hilmi. Hilmir hugsa sinn gang. Fyrsta sem datt í huga drottning A4. Ekkert endilega besti leikurinn. Getur vel verið að koma til áleitt að leika einhvers konar biðleik. Drottning A4 er svona helvíti freistandi, ég má segja það eins og er. En drottning A4, hvað voru að segja, drottning B7, kannski biskup B6 þá. Hóttaldur bara C4. Þetta virðist vera orðið varasamt á Svartan, sennilega. Hann gerir bláþræði með einhverju spili. Bárður komnir í 3 mínútur. Það er svona full kærulaus oft tíman. Það er bara að leika 4 leiki eftir tímaverkinu og strax komin tímar að kaftur. Ok, ég er svona spenntari fyrir hérna Hjörvari og Hilmi. Hilmir hugsaði ennþá, svo sem nóg tíma.
Þetta er ekkert mikið annað ef drottning A4, kannski biskup B6. Biskup B6 lítur að finna það líka. Þannig að svo eftir ekki virkja hrókin. Hann er krókur D, ok. Já, hann er vantilega að hugsa að geti sett hrókin á D5 í einhverju stöðum. Til dæmis hrókur B5, hrókur D5. Og líka ef að svartur setur pressu á þessa skálinu þá kemur hrókur D5. Loka leiðina þessi peði. Það var kannski bara ekkert svo vitlaust. Og ég held ég verið að standa við það, mér sýnist fyrir bara að vera komin í vandræði. Og sáum við á leikur eins og gattur hann í B7. Setur það hennar, hrókur D5. Er einhverja stöður þess að ég get leikið hrókur upp í C3? Sýnst það nú ekki ganga upp hérna, svona svipað á hjá Olgaðan, þetta er aðeins svo mikið, það eru margir menn henni kringu kóngin. En nú er bara hvíti farin að hóta einhverju leika, svo A6. Úff. Hrókur D, mögulega flottur leikur, nú veit ég ekki, við erum ekki leika okkur í tölvunum, hann hörða með hrókinu, hann verður að virkja hrókin sko. Einhvern veginn. Ok, hér hefur alltaf bakvið eyrað hérna, nú getur hann sett drottningurinn fyrir fram á hrókin og þá allt í einu, ok, fyrir utan þennan þá kannski skákina B3 getur verið óþægileg í einhverjum tilvikum. Hann hefur í huga að geta einhvern tímann komist inn á F-línuna ef hann þarf. Við sáum hvað er miklu erfitt fyrir svartan að finna einhverja leið til að ná einhverju góðu spili. Já, hálf forritin að vita hvað tölun að segja, en við ætlum að reyna að halda okkur frá því. Bárður kom niður í 3 mínútur, í hvað er neða tíman hérna? Ok, hann tekur hérna tímamörkunum, allt í góða. Tekur 10 mínútur í G5. Þetta er svona deila what else sko, af því að annars er bara þess að koma, G5. 10 mínútur á mikið hérna. Hér 1 mínúta spontant og hérna tekur hann sér 16 mínútur á 19 sko. Þetta er á mikið. Því ég sé ekkert minn ekki, what's the problem? Það er ekki bara allir leikir góðir, kongur E7, hrókur H8, hrókur G7. Hrókur H8, hrókur G7, til dæmis hérna, eitthvað svona. Undirbáleik F5, þetta er aldrei vesen. Hérna, hann leikur bara kongur C7. Svo getur við að fara að leika F5 og já, ég hef bara að fara að huga einhverjum landvinningum sjálfur sko. Það er svartur getur alltaf, ok, segjum bara einhver stað, segjum bara að leiki hér eitthvað, reynur aktífur, bla bla bla. Eitthvað svona. Ég meina, biskupinn er góður á D5, valda beisinn. Líklega best að fara inn með hrókin strax. Þú veist, hrókurinn getur komist inn. Við getum skáka eitthvað, ok, og hvað svo? Ég held að við megum alveg verið passífir hérna með kóngin. Biskupinn er valda beisinn. Hrókurinn fyrir að bugga hérna. Við fyrir að bugga þetta P hérna, þetta P. Það er bara aðeins betra svartan. Ég bara passa, kannski hleypa konum mikið og langt inn ef við erum passífir, en meina við getum alltaf leikið bara eitthvað hrókur hér og hrókur tilbaka. Þannig að mér finnst það að vera ópraktískur hérna með tíma sinna
af því að ég held að krítíski punkturinn á skákinni eigi ennþá eftir að koma sérst í þessu endatafli og þá finnst það eitthvað tíma. En svo er spurning hvernig hugafarið hann er náttúrulega búinn að vera í erfiðri vörn, kannski er það bara sáttur við hann á jafntefli og er ekki búinn að skipta sér yfir í að hugsa bara, heyrðu, þetta er að snúast mér í vil og það er alltaf sálfræðilega erfiðara ef þú ert búinn með betra tafl, það er orðið jafnt sko, það er alltaf oft sem að menn andstæðingur sem var með verra kúpla niður og tekur jafntefli og ánæður og setur ekki nægilega pressu á hinn sem er í mjög slæmu hugarástandi ef þú fær að tefla til vinnings. Það er bara veist ég með kólinni sko miklu betra og þú ert að verjast. Það er svo oft sem bara hausinn fer alveg og þú bara tapar út af þessu sko. En Sasha á nóga tíma og það sé ekki að hérna hugsa málin. Já, Hrókur 6G7 komin hérna. Já, veist. Fór niður aðan og sneri hérna myndavelni. Og inn í salnum eru svo Hjörvar og Hilmir en þá tafli. En aftur fáum við, já, nóg af sigurskákum. 4 í gær. Komna 3 núna og já, ætlum við jöfnum það ekki. Ég segja að eina af þessu skákum endi í jafntefli. Gætu báðir enda með sigri. Ég er ekki gott að segja. En hvað er í gangi hér? Hrókur D5. Mér finnst eins og Hilmir sé að ná, svo ég sletti nú, kontról á stöðinni, stjórn á stöðinni. Og ekki lóku fyrir að skoti, það verði á endanum svarti kóngurinn sem að finnur fyrir ykkur kulnun hérna á þetta. Þegar hann hrókaði þá bentum við nú á það að það var erfitt að sækja á honum og það var alveg rétt, lengst af skákinni það var kóngurinn bara hér og hvítur var ekki með neina menn. En núna til dæmis, ef einhvern tímann við fáum sensinn, við náttúrulega leikum ekki hérna strax út af Hrókur B6, en segjum við náum eitt að leika þarna og loka búðinni og drottningin kemst á eitthvað skrið hérna, þá allt í einu bara hvíti kóngurinn bara fyllt í hér og auka skjól hér ef hann þarf. Það er betra skjól allavega, mínum að þið. Eftir Hrókur D5 þá sáttur smá klemmu, kannski má leika hér núna með hugmyndina að svara A6 með drottning B3. Þá get ég kannski já, ég kannski að segja kannski get ég bara að fara hér. Mögulega Hrókur F8 enda hér with counterplay. Þessi það verður bara hér. Ok, ég reyndi drottning B3. Já, það er óþægilegt drottning B7 að hleypa honum eitthvað inn. Þannig að hann líka Hrókur A8, sýnist það. Já, drottning B7. Þannig að A6 er enga veginn þingað. Geti hugsaðlega bara leikið drottning A8 hérna líka. Valdaði allt og svo hótaði A6. Þannig að ok, hún hugnast ekki drottning B7 leikinn að Hrókur A8 sýnist mér. A defensive move. En trendið í þessari skák, það er klárlega að snúast Hilmi í hag. Svartur ekki lengur með sókn. Hvítur er 2 PM yfir. Búinn að laga mennina sína umtalsvert. Og nú kemur sterklega til álita að leika eins og drottning D. Gera drottningun aktífa hér. Fylgja fljótlega eftir með biskup B6. Við eftir að höllum við drottning D í stöðinni. Svartur hótar engu. Drottning B7 myndi ég væntanlega svara með drottning H5 skák, biskup B6. With control. Við sýnist hann hafa leikið hérna drottning A4 sem að hlýtur að vera bara
Sértölu spriðlega leikur líka. Og það bindur náttúrulega svörtu drottninguna svolítið niður af því að annars fellur þetta sépið hérna. Já, spurning hvað það ætla ekki næst bara að leika til dæmis drottning B4 og svo víðir. Hrókur finnur 8, reynir að ná sér í eitthvað mótspil. Hrókur F5 eftir tíma. Hrókur F2 er ólíklegur að gera eitthvað. Lítur vel út í Hilmi. Þeir eru þarna ennþá. Dagur fylgist spenntur með. Hrókur F8 síðasta leikur Hjörvars. Og klukkan er þannig að Hjörvar á 10 mínútur, Hilmir á 6 mínútur. Það voru hrókaköp hjá Bárði og Sasha. Kongur góðum á F4 hjá Sasha. Mér sýnist samt að Bárði sé að tefla þetta eins og hann sé að halda í að tefli. Eða hvað? Það verður erfitt fyrir hann tefla til sigurs með eins og hann fór með tímann sinn. Kíkjum aftur á Hilmi og Hjörvar. Hrókur F8 síðastu leikur hjá Hjörvari. Vill eitthvað reyna að komast inn einn. Hvítur hins vegar virðist hafa alveg ágætis kontról hérna. Leikur Hrókur D. Mikvað smeykur við að hleypa hann inn hérna. Feitt með drottning B7 nei, hátreipi á C4 nefnilega. Já, hann er búin að koma drottningur þannig fyrir að hann valdar allt. Þá fyrir nú mótspilið að verða ansi erfitt í svörtum. En hvítir það líka einhvern veginn að bæta stöðuna. Það er ekki bara að vera með allt hérna A4 og valda og gert ekki neitt. Staðan, já, klárlega hvítur með hag. Ég hérna held að maður tækir nú alltaf hvítt í þessari stöðu. Eða nú vilja hafa meiri tíma samt til hvítan. Það er svona eina sem við vinnum með Hjörvari, hvort að ná eitthvað að stríða um að klukkunni. Hjörvar, já, hann tekur sér hérna góðan tíma eftir hrókur D1. Það eru komin í mínútu og 40 sekúndur.
smá rannsóknarefni hvernig hann kemst alltaf í þetta tímarekk. Er þetta eitthvað svona einhvers konar ákvörðunarfælni eða hvað? Já. Þetta er kongur CSU, já. Er hann að fiska einhvers konar kongur F5 frá Alexander sem ætlar að svara þá með F5 biskup H3 og inn með hrókin. Ég myndi nú vera að vara mig samt með það. Kókurinn er ansi góður. Það var líklega ég að leika þessu. Eyðum þessu leikinn bara. Það er að koma aftur, hann að koma hér. Kókur F4, kókur C7. Kókur C7 síðasta leikur, 12 mínútur hjá Sasha. Já, stendur hann að 17, hann er búinn að hugsa í 5 mínútur. Ég var að refressa, þá kemur bara tíminn fyrir leikinn. Kongur í F5 virðist vera það svona þessi principled leikur, eins og maður segir. Já, principled move, king E5. Bara idea, king F6. Enter position maybe. Sasha tekur sér góðan tíma. Já, erfiðasta fyrir menn oft í þessum aðstæðum er að vera ekki að hugsa mikið stöðuna eins og var áðan. Þú getur bara telt stöðuna sem er á borðinu. En vissulega var hann með unnitafla á hann. Náðu ekki alveg að fylgja því eftir. Og þetta er jafnvægi, held ég. En ferum okkur yfir í Hjörvar. Hugsar. Já, það er hann yst í mynd, sjáum svo sem ólítið hvað hér er að gera, en já, maður sjá. Það sé tíman hjá Hjörvari, hann er komin yfir í 6 mínútur hann var að leika. Hann var að leika kongur, hann er 7. Svona óttalega biðleikur. Hann er að biðja hvítanum að sýna fram á eitthvað plan í stöðunni. Hvítur er tempið miður í stöðunni en svartur er með virka menn. Biskup B6. Leikið tiltölulega fljótt. Og af hverju ekki? Biskupinn getur standa aðeins betur á B6 heldur en G-num, valdar AP, valdar ennþá F2-reitin og tapar ekki tempoði núna ef að hvítur hrókurinn fer eitthvað á stjá og svartur kemur hrókinn inn á F1. Nú hafa 3 hvítir tapmenn tekið skjólfestu á þessum G1-reit mislengi. Hvíti ritturinn byrjaði hérna og fór beint út. Svartur hrókurinn kom í 7. leik, var þar þangað til í 34. leik. 43. leik kom þessi biskup á G og er núna búinn að ferja sig yfir á B6-reitin. Þannig að hvítir er búinn að nota hérna G-reit ansi mikið. Tíminn hérna er mun jafnari heldur en hjá Barði og Alexander. Barður með mun verið tíma, hérna hafa báðir um 5 mínútur. Þetta virkar svona nokkuð Þetta er bara staða á hvítan, verður að segja þetta eins og er.
Ef svartur gerir ekkert, þá get ég bara haldið áfram að bæta stöðuna, drottning C6. Þessum drottningi stendur ennþá vel, valda peði, setur á þetta, heldur svartu drottningunni í fangelsi. Ég er svolítið fyndið áðan þá að hvíta drottningin hálfsteindu hérna niður á A2 og dæmið er að bara snúast algjörlega við. Nú er það svarta drottningi sem að er í einhvers konar prísundina. Já, Hjörvar getur ekki verið ánægður með gangmála og síðasti leikur hans Kóngur H7 sýnir kannski svona svo ekki verið villst að það er erfitt fyrir svartan að leika. Já, nú fara að saxa svolítið á tíman hjá Hjörvari. Verri stöðu, verri tíma. 3:30 gegn 5 hjá Hilmi. Já, þetta var að gefa Hilmi það, hann var segur í vörninni, hann var í erfiðri stöðu en ég teldi bara skákinn fyrir á sig. Lagaði mennina svona eins og hann gat og er mögulega bara að fara að taka sénsinn sem er að koma upp í hendurinn á honum. Hrókur finnur 4, hérna held ég bara drottning C6 í algjör átáleikur. En þá var hann hugsað, ok, drottning C6 hrókur eftir, það er trikkið hans. Við leppum biskupinn hérna, þannig að pössum okkur átáleikinu. Það reyndar þess að getur gæst á þessu tímapunkti, menn eða lítinn tíma. Nú er þessi leppur hérna, það valdar ekki lengur F2. Þannig að spurningin er samt, hversu sterkt er það að svartur náður upp á G2? Af því eftir sem áður að þá er hvíta drottningin svarta drottningin algjörlega farlama, segjum bara hrókur F2, hrókur B, G2. Við náum bara ekki virkja hrókin, ég verði alltaf að virkja svona en það eru alltaf ennþá leppur. Og það er að lifa þetta, þannig að við þurfum að finna einhvern annan leik hérna. Spurning hvort það vilja hafa kónginn hér eða hvort það vilja fara að ferja hann eitthvað hérna, A2 eða eitthvað. Gott að segja. Já, hvítur þarf að finna einhvern biðleik hérna. Kannski bara hrókur E, einfaldast. Leikur bara hrókur E og segja bara svartan ok. Flott, hrókur F4, settur á P. Ég leik hrókur E. Og þetta afturleik. Halda tímanum. Þá getur að reynda kannski fyrir að huga því að, já, drottning B7 kannski núna. Nei, það kemur drottning C4, áfyrir ekki, ég gleymi mér. Það er allt ofan í hérna. Þannig að nú grunar mig að Hjörvar leikir bara einhverjum biðleik sko. G6 eða kóngur tilbaka, ég veist að G6 líklega er þetta ekki, nei, G6 er engin leikur. Þetta lendi vandræða með kónginn. Það er ekkert auðvitað að leika biðleik sko. En samt að leiða að leika biðleik þá það er að segja bara hvíta að þú ert með frítt spil. Ég er bara að bíða og sjá. Ég sitja þannig þá. Já, mann grunar einhvern veginn að það sé styttra í að fá úrslit í þessari skák versus
skákinn hjá Sassa og Bárði. Þeir eru reyndar eftir enda þar, báðir í tímar ekki. Nú er Sassa komin í 2:50, þeir eru báðir að fara að enda í einhverju. Já, tefla skákina á viðbótartímanum. En það er samt lengra í land hjá þeim, að mínum mati. Hjörvar geti verið við það að vera leiklausina. Því hann þarf að passa sig sko. Dronning C8, ok. Heldur valdinu þessum og svona, já. Gæli við það að bæta dronninguna. En hvað ef ég leik bara A6 núna? Er ykkur hótun? Don't see the threat sko. Á Hilmir ekki bara að leika A6? Hlýtur nú að vera eitthvað hugmynd annað sko. Kannski D5 eitthvað slíkt. Nei, ég meina samt, þá kemur bara A7. Hvað hefur hann í huga eftir A6? Hann hlýtur að vera með eitthvað hugmynd ef ég leik peðinu áfram. Leikur beinastuði, leika bara hér. Slókur F2, drepi. Slókur F1. Sé ekkert sérstætt framhald líka því að A-peð er orðið svo sterkt. Bara svona til að prófa eitthvað, A6. Nú er ég bara að prófa eitthvað svona desperation try hérna hjá hvítum, sko. Já, svörtum segir. Segjum hér. Við erum bara ekki tímalega með neitt, sko. Hérna. Hérna má ég örugglega bara, ég leik að leika svo dronning C6. Ekkert að frétta, nothing in the news. Já. Hvað ætlar hann að gera eftir A6? Ég bara sé það ekki. Dronning C8 á leiki í stöðunni. 1:40 hjá Hjörvari, 4:30 hjá Hilmi. Já, það er komin þessi FM leikur hjá Bárði. Hilmi hugsa um 2:20 Hilmi. Þetta fer nú bara að ráðast á báðum borðum. Það getur ekki verið mikið meir en 15 mínútur eftir, hérna 10-15 mínútur. Fáum hérna örstutt yfir hérna eldsnött segja yfir á Bárð og Alexander á Bárð. Alexander með hvitt. Það leikur og, já, setti press á F-peð og þá kom F5. Núna kongur F5. Já, kom þessi leikir hérna, kongur C7, það leikar biskup H5, F6, þá leik Sassa þessu leik. Núna kongur E5. Bíðun og hægir. Neðist, herðu. Er bara að gera tilvæg til að tapa þessu? Gæti að lendi ykkur leikþröng. Hrókur F7, þinga kaupi núna. Ég held að verða að gera hvort þið er sko. Af því að hótelinu er hrókur D5, drepi D4. Ég held að vera að leika hér. Und drepi kongur F6 er að koma. Þá drepi sjálfur, þá kemur þessi. Spurning hvort ég nái nokkuð tíman að koma. Spurning hvort að ég hafa tími F4. Nei, ég hef ekki tími F4. Eitthvað svona, já. Hef ég ekki bara endað þessa tíma á þessari skálinu? Er eitthvað sem að hvítu getur gert hérna? Líklega ekki. Það hlýtur rétt að bli.
Hoppum aftur yfir í skák Hjörvars. Einhverjum hluta, jú, hann lék A6. Þá kom hrókur F8. Hann reynir að verjast á 8. reitaröðinni. Akkur ekki A7, veit það ekki. Hann leik biskup G, vildi ekki hafa biskupinn óvaldaðan. Þetta A7 hljótu nú bara hafa verið í lagi hérna. Það smeykuðu eitthvað, ég átta mikið á hvað það er, en allavega biskup G heldur betur tíma líka. Þeir sitja hérna ennþá. Dagur fylgist með Bárði. Sem er mögulega að... Ok, biskup F7. Hvað er að gerast þetta hrókur D5? Kóngur E6. Hrókur D4. Hrókur E7. Getur svartur farið hérna í endtafli? Skák. Ég má drepa hér, ok. En samt, já, skák. Ok, drefum hérna. Getur svona með frípeð hérna. Það getur að hættilegt, ef ég færi eitthvað svona og frípeð fyrir að stað. Geta sett, já, út til lína kóng og eitthvað. Ég er í smá smeykur hérna, ég veit ekkert hvernig þetta er sko, ég er bara svona eitthvað frístæla. F7 áhugaverð tilraun. Áhugaverð tilraun. Er það staðið það núna? Hann leikur hrókur D5. Og Sasa segir A, hann verður líklega að segja B og drepa SS með kóng. Ég annars kemur bara hrókur D4 og allt fellur. Hann er bara að passa hann. Sér ekki að leika hann einu af sér hérna. Sem ég held að sé ekki að gera. Sérst hrókur D8 fráskák eitthvað svoleiðis. Hann drepa SS með kóng. Já, hrókur D4 lítur út fyrir að... Ég hrókur C5 náttúrulega leikur líka, en svona virkar ekki jafn lógískur. Hann er bara D4, skák. Og hér hlýtur hann að leika... Já, hrókur C4 reyndar að valda FP, en... Það líkur held í hamingjunni. Í þeim leik, já þó, kannski. Allavega, hann dreipið vantarlega F5 núna. Það var magnað ef hann myndi bara vinna þetta. Dreipur á F5. Höfum auga með þessu. Já, þeim báðum náttúrulega. Biskup F7, já, hrókur D5. Úps, biskup F7, hrókur D5. Hrókur E6. Hrókur D4. Þetta er komið á borðið. Og hann dreipur hérna, já, hann dreipur á B4. Þetta er svona svipað vorum að skoða. Ég var smá smeykur við þetta FP hérna. Því að svörtu peðin eru svolítið lengi að stað. Samskapi held ég að svartur hljótur og halda þessu. En kíkjum aftur á Hjörvar, þeir eru báðir komin vel niður á klukkunni. Hjörvar virðist að hafa fundið eitthvað svona desperation try hérna til biskup G, leika hrókur F2. Ég var nú að skoða svipað á það, mér fannst nú reyndar eins og búðum væri algjörlega lókuð hérna. Drottning C5, reynir að komast inn. Ef A7, drottning E3. Hann leikur kongur B1, always play king B1.
Drottning C2 gerir tilraun hérna til að loka búðinni. Mæleika drottning E núna að drepa svo E4. Það fellur F2-peðið. Það getur farið að klárast bara þá og þegar. Hilmir virðist vera leggja Hjörvar að velli og það verður aldeilis svekkjandi fyrir Hjörvar að byrja með 0-2 í skákum þar sem hann líklega með unnið í þeim báðum. 0-2 í unnu skákum, það erfiður baggi inn í þriðju umferðina. Spurning hvernig fær þar. Drottning C2 að leggja byssu G3 allavega valda þetta peðina. Og já, vandamáli við eitthvað svona sequence eins og drottning E, drottning C, drottning B4 skák er að drottning C2 leppa drottninguna og þá skákin bara búinn. Hvar spilið hjá svörtum? Hvar spilið mitt? Já, hér getur hvítleiki F5 skák saman og lék G6. Eitt upp D6 vantarlega. Það sem að biskup upp D6 þá F2-peðið honni. Já, þetta alveg öðru búið. Virkilega svekkjandi fyrir Hjörvar hérna. Þeir eru ekkert að tapmennskunni framan af í báðum skákum. Það spurning hvort það sé bara svona það muni skrifa þetta á æfingarlisti að segja henni, ég veit það ekki. Það gæti ekki tekið þátt í Reykjavík Open. Við erum að tölu eftir það. Það er hreinlega von bara fljótlega að sjá uppgjöf, þannig að þetta frosi hjá okkur. Það ekki. Drottning E skákam hjá Hjörvari, drottning D. Jú, hann getur skákað á E4 aftur en shit, já, það verður líka einhver aðtöð til að fórast þráttefli þá kemur hérna kannski næ í peðinu þá. Það er samt tapað en ok, það er samt eitthvað. Nei, hann leikur bara D7. Það er engin þráskák í spilunum hérna. En hvað, var þetta alveg frosið hjá okkur? Nei, það er þá. 9 menn mynd. Það var svolítið hæg vefmyndavélin, það verður auðvikjast en ekki frosið. Pushing baby. Já, Hilmir virðist eiga svona þægilega. Hvernig fekk þetta? Já, hann skákaði F4, drapa G2. En er ekki núna bara pushing baby? D7. What's in the evening news, my friend? Nothing. Ok, D7, biskup H4, valdar upp á fyrir drepi F5-um. Þá getur ég fara á stað með hippið. Já, svartur er eiginlega bara leiklaus. Nei, ég sé sko. Þetta er að fara að klárast. Hvað hverju og það sýnist mér ok, þeir eru að skrifa leiki mér finnst að skrifa svo mikið að ég held kannski að vera að skrifa úrslit. Við erum með Ölsnett yfir á borð og Sasha hann lék sér í mátmaðurinn. Þetta er róktur B4 kom F4 biskup C2 skák, kongur G5 róktur B2, biskup E6 og hérna verður Bárður að leika B-peðinu til að vera ekki mát en það leikur rókur B5 alveg blindur fyrir rókur C8 mát í leiknum. Vá! Alveg vendi kanna og Sasha losnar við andvökunættur, átti rakin vinning á hann, fær í staðinn einhvern heppnisvinning sem gildir að sjálfsögðu, kemur hann tilbaka eftir erfiða byrjun í gær gegn Vigni.
En vá, þetta var svakalegt. Þetta var stend í svona athyglis stendatafl, en þessi stað að þá leika sér mátmaðurinn. Nú ætla ég aðeins að svissa yfir og sjá hvernig staðan var hérna, já, bara skömmu áður. Kveiki apparatinu. 0,00, biskup B6, örleika B6, 0,00. Wow. From draw directly to maiden 1. Drottning kunna 4. Ef tekið á F1 ætlar hann að taka H4 og fá sér drottningu. Og þumuputta-reglan með drottningarnar er að þú ert fyrstur, já, hann náttúrulega er ekki einu svona vekja upp, sko. En þumuputta-reglan er að þú mátar, sko. Já, við höfum enga tíma í neitt hérna. Þetta er bara mát hérna. Maiden 2. Drottning G4 fýll leikur. Og ætlum við sjáum ekki uppgjör núna hjá Hjörvari. Sem þýðir að við erum að fá að sjá 5 vinningsjákir hérna í annar umferð. Þetta mót fyrir skemmtilega stað. Það er skemmtilega. Því miður á þessu sinni á kostnað Hjörvar sem er búin að vera með eindæmi seinheppinn. Væga sagt. 2 unnastöður og uppskeran engin vinningur. Engin vinningur. Segla hjá Hilmi. Hann er búin að taka 2 langar skákir og já, búin að ná í meira en nátt að fá með stöðunar. Og það er góður eiginleiki að gefast aldrei upp. Glæsilega getur Hilmi. En já, þá erum við komin bara með úrslitin í dag og ef við getum taka svona fara yfir vendingar dagsins áður en við segjum þetta gott. Byrjum á skák Olgu og Héðins. Héðin er reynda með hvítt, Héðin gegn Olgu. Þar fengum við enska leik og aggressív leið hérna hjá Héðinni með B4 sem hann dreipir hérna E5 og vinnur peð. Svartar á líklega bara að leika hrókur B8 að fórna þessi peði. Olga er mjög aggressív og ákvað að fórna skiptamenn til að halda góngnum inni. Vandamálið er að hvítir á svona mjög auðvitað leiði til að stoppa allt mótspil. Ætlar einfaldlega að setja kónginn á F2 og eftir drottning A4 þá kom vafasöm leið. Svartar er með eitthvað spil, ekki nóg, en leiðin sem Olga valdi var einfaldlega bara gekk ekki upp. Hrókur til E3, þetta var mikið. Ég veit ekki hvað hann yfirsást. Þetta var frekar einföld vörn hjá hvítum og eftir nokkra svona skildu leiki þá gafst Olga upp. Þetta kongur F2 er allt valdað og engin leið til að fá neitt hérna. Hjörvar og Hilmir, já, við vorum að sjá þessa skák enda. Sikilega vörn, hrókur G, nafnbreið, já, mikið það að segja. Þeir þekkja þetta báðir. Hilmir vann mikilvæga skák á Örmótinu með hrókur G. Þetta var telt á í Áskarðumótinu. Caruana gegn Firouzja, mikilvæga skák fyrir Caruana þar sem hann vann með hvítu. Þeir fóru fljótlega út í stöðu sem að hefur aldrei að koma upp og Hjörvar teldi það skemmtilega. Var eins og hann næði svona alltaf betri leikjum. Kemur biskup með skálínuna, B5 er þetta C4, nær góðum mönnum hérna og stendur mun betur hér. Hérna, já, vorum bara að sjá þessar hugmyndir með að leika A5 það sem að drottning B4 þetta er A3 skák og hrókur B8 var skemmtilegt. Ýmsar skemmtilega leiðir eftir hrókur D3, ég held maður að A5 væri af kortinu. Sáum hins vegar þessar drottning F2 leiðir sem Hjörvar fann á endanum og hér voru, já, mjög skemmtilegar leiðir. Svartar hótar beinlínis máti í stöðunni en Hilmir sá gegnum það. Hrókur D til D1 var vörnin en staðan enga sigur erfið og þrátt að vera á tempiða mundir þá stendur Hjörvar líklega bara til vinnings hérna með mjög aktífa menn, erfið kóngstaða og hann fann, ok, hann gæti dreipa á G2 hérna sem lítur mjög vel út. Getur nú kíkt á apparatið núna, ekki mikil dýft en hún segir mínus 1,6 hérna, kannski geta marka dýft 17. Enga sigur, frestandi leikur þar sem EP er Ronny fór tilbaka á A7, fekk reyndar þessa arfaslöku svörtu drottningu, hvítu drottningu A2 og líklega sá hann að drepa C3 hérna, bistur C3
og svartur hlýtur að standa vel. Þetta er mikilvægt peð, biskupinn fer tilbaka á E5 og svartur heldur sóknina áfram en nær samt til lið. Þess í stað kóngur C2 og hvítur fór smátt og smátt að laga stöðuna. Svartur fann ekki beina leiði til að nýta frumkvæði og hérna fór A-peðið á stað og eins og ég segi, smátt og smátt fór bara Hilmir að laga stöðuna. Svartur mótspilslaust meira minna eins og svartur kóngur H7. Nú er ég fórhundum að sjá bara til þeim svona ok, plus 2 kom eitthvað fyrir hækkandi. Já, þetta er líklegast bara unnið. Hérna fór A-peðið á stað og Hjörvar, ok, kóngur eftir núna, þetta er svona svo við slettum nú, þetta er greinilega orðið desperation, þar sem að hvítur virðist bara hafa stjórn á öllu og hérna fóru peðinni fyrir að hlaupa pushing baby, eins og Jesse sagði í laginu pass pawns must be post á þetta G4 gefið, mikilvæg sigur hjá Hilmi og við erum að fá vinnskákir á hvít Tartakóra afbreyði hjá Hannesi og Degi Daga með þokkara stöðu en A5 leikurinn hjá honum var kannski aðeins svo mikið panik, hann var hræddur við biskup A2 og B5 hugmyndir til að setja á þetta D5 mentu hugmynd, leika A5 með hugmyndinni dróndra bísu hrókur FB8 sem er í lagi en ekki í lagi út af riddarættur með D5 fær þetta peð áður en að drepur og nú kemst dróningin undan á C6 og þá er einfallega peði yfir það sem meira er eftir biskup B5 með hvítur með fulla stjórn á stöðunni ég kalla þetta sem strategist unnið á hvítan og það reyndist raunin sett á A5, skipti bara rókum nei, ok, hótaði því en já, Hannes vann hérna góð skák hjá honum Helgi Ás fekk kannski ekkert svaka mikið hérna í enska leiknum fyrir bara mjög hrætt yfir sögu hérna einhver dans hérna þetta enda á því að hann drapa D4 og við fengum kaup hérna þar sem hvítur stóð eftir með aðeins betri biskup þar sem hans biskup styður við aðgerði gegn þessum peðum hérna D4 E3 var gott til að vinna gegn svarta biskupnum og svo kom hérna H4, H5 það er þess að mikið þessi peð og það bar aldreiðis ávöxt mýktinn, þetta peð orðið valda frípeð og átti eftir að valda ausla í tímarhækki kom G7 hjá Helga sem er hálfgert blöff af því að lenka á að drepa H6 það lítur skelfilega út að eins og kóngur sé mátnendi en það virðist einfallega að sleppa hérna H5 það er engin leið til að máta svartur á fína jafnteflissensa þessi stað kom kóngur F7 og staðan er töpuð eftir rókur G6, rókur H7 að koma og drapa hérna á C8 og D-peð er að renna upp fín skákja Helga að mörguleiti komið 2-2 og já, við vorum að sjá þessa hérna Alexander fekk svona típiska Alexander stöðu skiptir upp á drottningum fær svona fínt og þægilegt endatafl fór í einhverja útþenslu á kóngsvæng, peð og G5 og þetta enda á því að hörðu hérna kaupa mönnum, vann peð hérna og kom riddarinn með F6 og mikið af ég öll peðin á svörtu riddum sem kemur sér oft mjög vel með þessa biskupa, svörtu peðin passív og hérna átti Sassi að rækjavinni krókur H7 í stað biskup F3 hristi vantarlega hausinn krókur H7 og gerð sér að lama svörtu stöðuna þessi stað biskup F3 og svartur allinu vinnur F6 peði og kemst inn í skákina og gat að ég til á einhverjum tímapunkti farið að gæla við það að tefla til vinnings hér eru svo vatnaskil þegar við fórum að skipta upp á fullt af peðum og hvítur á ekki að hafa neitt hérna en eftir biskup E6 þá missir Bárður á mátun á C8 sér er vantarlega bara hrókur F7 og telur þetta verið lægi á þetta peð í verstafalli fórnar af biskupnum tapar aldrei hrókur C8 máti í einum svakaleg vending og svo var að skák Guðmundur og Vignis fóru náttúrulega vel yfir að náða þeir komu hérna með mér í útsendinguna það var löng teóría sem var einn í tjaldiskákinni Jónas Ból Bjerri á móti Hjörvari á EM og þar kom þessi stað upp Jónas leik kóngur C2 Guðmundur valdi F3 sem á ekki að gefa mikið í aðra hönd en Vigni leik A5 sem voru mistök hvítur fekk gríðarlega pressu sem hefði átt að bera ávöxt mikið á venlegum liðum, hann valdi að vinna peð hérna en Vigni fyrir mótspilið og eftir þessi kaup hérna síðanum þá hélt Vigni D-línunni kóngur F7 flottur leikur og
Guðmundur fann einfaldlega enga leið til að virkja mennina. Svartur setur alltaf á okkur peð og reynir eitthvað. Og þetta endaði með endurtekningu. Krókur D3 hérna samanstæðan 3 svar. Og Vignir krafðist sem var rétt með að grafa og já, ég ætla bara fegin. Þannig að önnur þræl skemmtileg umferð, ég veit ekki hvort maður hefur orku í svona skemmtilegar umferðir, 9 viðbót. En já, það stefnir bara í algjöru veislu hérna hjá okkur á þessu Íslandsmóti. Helgi Ás og Hannes eru þá efstir með 2 vinninga. Hilmi Freyr og Vignir hafa 1,5. Mér er að gleyma ykkurum. Nei, Helgi Ás, já hann já. Og Héðinn 1,5 líka. Þannig að já, stefnir bara í skemmtilegt mót. Og enn aftur bara, takk fyrir í dag og sjáumst á morgun. Umferðina hefjast 3. Við hefum leik svona 4:30 að jafnaði, svona eftir í hvað er að gera til skákunum. En segjum þetta gott í dag. Takk fyrir.